komið heil og sæl og verið hjertanlega velkomin að tækjunum, hvort sem það í bílnum eða heyrnartólunum eða hvað það nú kann að vera. Það eru Birgir Karl og Leifur sem að heilsa ykkur á þessu sinni. En áður við komum að gesti kvöldsins sem er heldur betur skemmtilegur, þá er það Kaldi. Sigvaldi Kaldi, viðurfræðingur leggur til að ljóskaldi verði viðurkennt sem veðurhugtak. Já. Og eigi við þegar úti hlý sunnanátt, glampandi sólskin og ekkert betra en að sólgrísi ískaldan kalda við þetta tilefni. Og svo þetta Íslandssjóðir, lausafjársjóðir Íslandssjóða henta gríðarlega vel fyrir fyrirtæki sem vilja ávaxta lausafjá á öruggan máta. Heldur betur. Og þetta eru þetta sérfræðingar sem eru búin að vera eitthvað lengst í þessu, þannig að Íslandssjóðum. Þeir kunna þetta. Þannig að ef háir vextir á lausafjá skiptaði máli og þitt fyrirtæki jafnvel, af því að þetta er nú ekki síður fyrir fyrirtæki. Nei, heldur betur. Það er nú oft með fyrirliggjandi laust þarna einhvers staðar á milli. Jú. Þá eru Íslandssjóðir tilvaldir í að ávaxta pundið þar, en talandum fyrirtæki. Gestur okkar í kvöld er Herdís Dröfn Fjeldsteð, forstjóri Sýnar. Vertu hjartanlega velkomin. Takk fyrir það. Hvernig liggur á þér, Herdís? Ertu komin í sumarskap? Herri, ég verð að viðurkenna það að þessu undanfællin dagar hafa haft mjög jákvæð áhrif á mig. Já, algjörlega. En þið? Já, ég er sko í gær ógeðslega gott viður. Já, mjög gaman. Já. Það þarf ekki mikið kannski til að gleða mann hérna á þessu landi, en 10 gráður í gær, maður bara fagnaði því. Já, búið að vera ótrúlega gott að fá álögnið og blíðuna, sko. Heyrði ég rétt að þið voru að tala áðan að þátturinn byrjaði eitthvað gólfvöll í Kiðabergi? Já, ég ætlaði að spyrja þig. Ertu búin að taka fyrsta hring sumarsins? Er þetta ekki stóra golfsumar nú, Herdís? Jú. Ég er búin að segja það hvert einasta sumar. Ég ætla að hætta að vera byrjandi í golfi. En ég er ennþá byrjandi og ég spila mjög sjaldan golf. En ég er hins vegar búin að fara einu sinni holu í höggi. Ég ætla nú alveg að monta mig með því. Og það var sko gert með með alvöru hol með mér og Hulda Bjarnadóttir, formaður golfsambandsins, var með mér í holi. Þannig að það var ekkert svindl í þessu. Nei. Hún gat alveg staðfest þetta. Hún gat staðfest þetta. Það var mikil gleði. Sko, var þetta par 3 eða? Þetta er par 3, já. Þetta er hóla 16 í Kiðabergi. Óbúslega falleg hóla. Þetta hefur líklega verið ógleymanleg stund. Já, algjörlega. Frábært. Já. Ég er að spája breyts í golfþáttina. Hvað kilu varstu með? Heyrðu, ég var með 5-3. Laglegt. Og það er svo skemmtilegt við þetta. Það fór sko, því að þetta er svona stendur upp á svona hæð og þú slærið svolítið svona yfir og svo rúlaðan svona, ég horfði á hann að renna niður brekkunu og ofan í. Wow. Þetta var opaslega fallegt og skemmtilegt. Já, geðvikt. Það er svo gaman þegar maður sér hann að fara hún í, því oft er hún bara í hvarfi og maður finnur hann ekki og svo allt í hún í bollana manna. Ekki það, ég hef nokkuð tíma farið hóli í höggi, Herdís, þetta er magna ári. Spila maður ekki illa þegar maður er búin að fara hóli í höggi? Sko, það er rosalega erfitt að toppa þetta og sérstaklega þegar maður er eiginlega byrjandi, sko, þannig að það er svona, það er svolítið erfitt að toppa þetta, en Ég er líklega bara farið. Ég er bara farið eftir hætt að spila golf. En já, ég sérst ætla að leggja mig fram við að hætta að vera byrjandi þetta sumar. Það er svo markmið. Já, líst vel á. Spennandi að fylgjast með því. Áður hvað golfið alveg, að það er gaman að koma inn á þetta, hvað ætlar að skafa marga forgjöfunni í sumar? Hvað ætla ég að? Skafa marga forgjöfunni? Á ekki að segja bara svona kannski 3. Já, ég fari svo nýr í 20, ég fari svo nýr í 27, segjum það, 26, segjum 26 í forgjöf. Stefna það. Hafa það staðfest? Það er hörku forgjöf. Hvað lærðu þú það? Ég finnst það ekki góð forgjöf. Það er alls ekki góð forgjöf. Þú ert svo góð manneskja. Herriði, við skulum fara okkur í stefnumótuna. Það er komið kjöta á beinin. Sko, ef við færum okkur bara í það, hvað hefur gerst frá því að Herdís tekur við í byrjun árs 2024? Þetta er auðvitað Íslandssjóður sem að færa okkur þennan lið. En þegar þú kemur inn í janúar eftir mikið umbreytingatímabil, Heiða Guðjóns farin, svo fer Yngvi eftir stuttadvel sem forstjóri. Hvað sástu á fyrstu vikunum og mánuðum sem kannski komið þið mest á óvart? Já, sko, þegar ég kem inn í janúar 24, þá myndi ég segja að það mæti mér frábært félag fullt af öflugu fólki sem starfar hjá Sýn, fólk sem er mjög helga því og vill raunverulega koma til móts við viðskiptavinni félagsins. Og ég myndi segja að það var mikil dýnamík í fólkinu sem er þarna. Það var opaslega skemmtilegt. Það sem, ég hef sagt þetta áður, það sem komi kannski pínlítið óvart eða kannski verulega óvart líka, er að fyrirtæki var að mörguleitur ekki eins og nokkur félag. Og þá ég sérstaklega við ef ég horfi á sjónvarpshlutann og svo á fjarskiptahlutann. Og þá er ég ekkert að draga úr því að mér finnst menningin bæði sem kemur frá fólkinu úr sjónvarpinu og fjölmiðlahlutanum
óbúslega spennandi og góð og sama kemur úr fjarskiptanum, þannig að þetta var óbúslega, en það sem var áhugavert og komið svolítið á óvart var að ég var til að mynda að horfa og ég var með 2 markasteildir, önnu var fyrir fjölmiðluhlutann og hinn var fyrir fjarskiptahlutann og þessi markasteildir voru að berjast fjármagn, hver geti fengið að nýta hvaða fjármagn fyrir hvort hlutan fyrir sig og svo var ég líka að horfa á aðföng eins og að geta nýtt hugbúnaðarteymið eða annað sem var inn í húsi. Við vorum líka með margar vefsíður. Þú varst til að mynda með Vodafone.is og þú varst líka með Stöð2.is. Ég tek bara þessi 2 dæmi. Og þau sem sagt, þú gast keypt Vodafone sjónvarp, svo gastu keypti áskriftur á sjónvarp líka á Stöð 5 megin. Þetta var eins og þú varst líka með samning við Viaplay á Vodafone en ekki hjá Stöð 2. Þetta var svona eins og félag sem var í samkeppni við sjálfan sig og mjög ruglandi fyrir viðskiptavinni og getur rétt ímyndað ykkur og ég bara sagt ykkur sögu bara fljótletur í keminn að þá sonur minn farin að búa og hann segir að mamma ég auðvitað að koma í viðskipti til þín og ég meina, ég vil fá íþróttir og fjarskipti, hvað pakka ég kaupa mér og ég fyrir svona að skoða þetta sjálf og ég hugsa bara, ég þarf reynilega að ringi vinn, ég er bara ekki viss. Nei. Þetta var bara ofbúslega flókið, það var bara ofbúslega margir vöruflokkar í boði og annars vegar á Vodafone síðan og hins vegar á Stöð 2 síðan. Og þetta er ofbúslega mikið flækjustig fyrir viðskiptavinni félagsins og við vildum einfalda þetta fyrir kakvart viðskiptavinnum. Svo ég tala nú ekki líka bara starfsmenn innan sínar. Starfsmenn þarna voru raunverulega að vinna það passa upp á að vefsíður fyrir Stöð 2 væri uppi og réttar vörur þar inni og svo líka inn á Vodafone. Þannig að þetta er bara mikið flækjustig síns af þarna líka. Svo var annað sem ég varst svona líka mjög áhugavert að þeir verið að skoða svona hvernig félaginu gengi og ég var mjög hissa á því líka vegna þess að þeir verið að skoða svona ofan yfir að farið yfir hvert eitt svið fyrir sig að þá verið að skoða framlið 1 og framlið 2. Það er að segja tekjurnar mínus kostnaðverðið og svo þá framlið 1 og svo framlið 2 og komir ekstra kostnað líka. En þarna inni vantaði alveg að skoða sameiginlega kostnað. Þannig að hvert svið fyrir svið var raunverulega að skoða hvert framlega þeirra var án þess að skoða hvaða hlutild af sameiginlega kostnaði þau áttu. Þannig að má eiginlega segja að sviðin hafi ekki haft svona heildar yfirsýn yfir það hvað þau voru að skila til heildarinnar. Og þetta setti óbúslega mikla vinnu í líka til þess að ná utanum þetta þannig sæm raunverulega hvar við raunverulega að leka, hvar gengur okkur vel og hvar gengur okkur ekki eins vel til þess að raunverulega geta tekið ákvarðanir. Og þetta var kannski eitt af því sem að líka vakti mjög mikla athygli á mér vegna þess að félag var skráð marka og ég held að væri þroskari hvað þetta var það. Já, þetta er svona kannski ef ég byrja á þessu, þetta vakti athygli hjá mér og líka bara þetta að þú veist, fólk var að vinna fyrir Stöð 2 eða var að vinna fyrir Vodafone. Allt þetta starfsfólk var að vinna fyrir sín. Og það var svo mikilvægt að ná þessum hópi saman í einum krafti og það er raunverulega tekist að gera það þannig. Já, ég man held að vera markastega sem Eðvarð fjármálastjóraðinn talaði að hann er nú sprenglærðu maður og eitt besti fjármálastjóri landsins að hann skildi ekki upp niður í rekstrareiknum. Já, svona, ég man ekki hvernig hann Eðvald orðaði þetta þeim tíma, en þetta var það sem var erfitt við þetta var að raunverulega geta hort niður á einingarnar og sé hvað var raunverulega skila til heildarinnar. Og vildir vita raunverulega því að þú veist, það var alveg ljóst að fyrirtækinu var ekki að ganga nógu vel og þú þurftum að geta horta á þetta til þess að geta tekið réttar ákvarðanir. Já, klart. Algjörlega. Ég var mátilega til með að spyrja þig að því ég er nú gamall starfsmaður hann, ég veit ekki hvort að hlustendur viti það, var hann með námi Gott að taka það fram. Já, tökum það fram. Kom frá 365 yfir til sínar og Vodafone. En mötuneytið ennþá jafn gott og það var þá? Mötuneytið er alveg svakalega gott. Það er það. Og ég get alveg sagt að ég er búin að þinga sín í byrja þarna. En það er rosalega gott. Það er bara, og það er líka verið til þess að fólk fer ekkert út úr húsi. Það fer í mat uppi. Og þau standast alveg svakalega vel í eldursunni. Alveg frábært mötuneyti. Já. Hvernig mat að þeir kíkja ánga? Sko, 2024 til dagsins dag, hefur kúltúrin breyst? Já, ég myndi segja sko að við róum svolítið öll í sömu átt. Og það er vel ljóst að við erum með núna undir vörumerkinni sín. Þá erum við að tala fjarskiptin og sjónvarpið okkar.
að það undir vörumerki sín, þannig allir að vinna á bakvið það. Nú ég meina markastild sem vinnur að þessu. Hugbúnaðarteymið mitt að horfa til þess að vinna einu laga appið okkar og uppfæra það reglu og þess að það. Ég líka tekið annað dæmi. Það var verið að undirbúa að setja 2 upp. Annað átt að vera Vodafone og hitt átt að vera Stöð 2 fyrir sjónvarp. Þannig að þetta bara óbærslega mikið flækjast. Þannig já, ég myndi segja kúltúrin hefði mikið breyst og við hefum tekið svolítið svona besta úr öllu. Það var ofbærslega góður kúltúr alls heilt yfir. Við þurftum bara svolítið saman og gertum svolítið saman. Já. Hafa þessar, ég vil ekki segja úrbætur, reynst kannski erfiðar en þú bjóst við, eða? Ég myndi segja þegar ég kom inn í félag það átti ég mig kannski ekki alveg á áskorunum. Og þær hafa kannski verið aðeins stærri heldur en ég átti vona. En á sama tíma þá líka þess að eins og þeir voru að lappa upp fjall og það pínu strembið. Að það var sigurum betur þegar þú kemst alveg upp. Þannig að ég horfi þannig á það. Já. Og þeir eru komin allavega upp? Við erum komin langt. Við erum auðvitað áfram að besta okkur og munum gera það áfram. En við erum komin mjög langt með þessa vegferð. Og þið sjáu til að mynda, ég kem inn í janúar. Eitt af því fyrsta sem við förum að gera að raunverulega skoða félagið og hvað það sem og bara ræða við bæði fólk sem hafi verið á félaginu og var farið eða fólk sem var innan félagsins og heyra þeirra sjónarmið. En svo ferum við líka að skoða þetta með vörumerkin og eitt af því sem við skoðum á þessum tíma var, það hafi verið gerð greining á vörumerkjunum árið 2022 og hún sýndi veikleika í ákveðnum hluta vörumerkjana. Sum voru mjög sterk, önnur ekki eins. Það sem við gerðum líka, við fengum ytri til að koma með okkur og gera markaðsgreiningu. Gerði bæði greiningu á samkeppnisumhverfinu, gerði greiningu á vörumerkjunum, tók viðtal við starfsmenn innan félagsins og líka við viðskiptavini, bæði á fyrirtækjamarkaði og líka á einstaklingsmarkaði. Þannig við fórum jafnbærslega ítarlega greiningu áður en tókum ákvörðun hvert við ætlum að fara. Og þar vorum við að meta raun og veru hvert virði vörumerkin okkar. Og það sem kom í ljós þarna, það var eins og ef við horfum á Vísi, Bylgjuna, FM, já, öll þessu vörumerki höfðu óbúslega sterka vörumerkja vitund og mikið virði í þessum vörumerkjum. En það snertu við þau ekkert. Við gerum smá breytingar á letrinu til þess að við samræmum annað, en við breytum því ekki neitt. Hins vegar við horfum á Vodafone, ég tek það fyrst, að þá kom það sem út úr þessari greiningu kom að Vodafone hafði mjög litla svona tengingu við, svona tilfinningulega tengingu. Já, svona hugræn tengsl. Hugræn tengsl. Og þetta var svolítið far away, þetta var svona erlent. Já, ég trúi því. Og ýmislegt annað sem var ekkert svona, það var ekkert sem Íslendingar tengdu eitthvað sérstaklega við það. Hins vegar, ef þú horfir á fyrirtækjamarkaðin, að þá eru ákveðnar tengingar þar, en það eru öflugt samstarf við Vodafone mikilvægt. Við erum ennþá í samstarf við þá. Við erum bara ekki með vörumerkið. Og kannski til að svona segja ykkur frá því líka aðeins að ef þú horfir á Vodafone á heimsvísu að það er Vodafone með í 16 löndum með vörumerkið sitt sjálft, sem það ásjálft. Það er til dæmis í Bretlandi, Írlandi, Tyrklandi og Portugal og fleiri stöðum. En svo er þið í samstarfi mörg önnur fjarskiptafélag í 45 löndum. Og það eru bara í kringum, af þessum 45 löndum, það er bara í kringum svona 20% sem nota vörumerkið. Vodafone, hinn öll non-branded eða bara í sín eigin vörumerki. Og það er svo ákveðin sem við tökum að vera áfram í samstarfi við Vodafone en ekki nota vörumerkið. Sleppið þá við eitthvað fransæskostnað eða eitthvað svoleiðis? Það kostar meira, já, að vera með vörumerkið heldur en að vera bara í samstarfi. Hins vegar var búið að gera samning við Vodafone þegar stutt á nýkominn sem var til aðeins lengri tíma, þannig að við erum ennþá að greiða hluta af því að vera í vörumerki samstarfi. Klart. Já, og ég held að mig alveg slá því fyrst að þessi samruni hafi gengið einstaklega vel. Já. Og við allavega viljum hrósa þér fyrir það. Já, og markaðsefni í kringu það var glæsilegt. Já, og þeir sem að veita velum í þessum efnum eru sammála þessu. Já, heldur betur. En við kannski færum okkur yfir í Heiða Guðjónsson hotnið. Landsinu voru með það. Og það er trekk.is með svakalega flóru af raftækjum, allt í leikjatölvurnar, ljósmyndun, nefndu það bara. Þannig já, hvað að velja vöruvikunar og hvað er fyrir vanlu? Ég er spáð að fara í heimili og lífstíl. Já. Þetta er kalt. Gæti verið saumavél, en
Nei, ég ætla að segja Masterlock Bungee Twin Wire Hook Já. 3020 Júrdat 512 krónur. Og hvað er það? Það kemur fram í næsta þetta Já, það sér þáttur. Að þið verður konir í Heiðar Guðjónssonar hotnið. Trek.is. Þetta góðunur þáttar eins og okkar, en hann var forstjóri sínar frá 2019 til 2022, selur þá á 64 krónur hlut. Hann hefur gagnrýnt stefnu sínar opinberlega í þessum þætti, til að mynda sagt að fjölmiðlar og Vodafone hafi alveg samtvinnast á hans tíma og það hafi verið mikil verðmæti í hverju einu vörumerki. Hvað finnst þér þessi orð? Já, það vill svo til að ef ég skoða eins söguna, ég horfi bara á félagið sín og það vill svo til að þegar ég var hjá Framtíðarsjóði Íslands 2010 var ég þar, hópstjóri þar 2010 og var þar til 2018. Það var það þannig að Framtíðarsjóði Íslands keypti teymi og teymi var sem sama stóð af það sem Vodafone hluti sínar og hins var Advania. Og það sem við gerðum inn í Framtíðarsjóði, við skiptum þessu upp og settum Vodafone á markað og teymi við hétt það fyrst sem var svo Advania. Og þetta var þá, Gestur Gesson var þá framkvæmdastjóri Advania og Ómar Svavarsson var þá framkvæmdastjóri eða forstjóri Vodafone sem var skráð á markað. Og mér svo minnistætt á þessum tíma þegar félagi var í rekstri hjá Framtíðarsjónum og svo þegar við setjum það á markað hvað Vodafone var vel rekið fyrirtæki. Það var óbúslega flott framkvæmdastjórnarna, öflugt teymi sem styrði þessu og við gerðum þegar við skoðum félagi svona áraleika könnun á starfsmönnunum. Og það var allt bara mjög á grænu, það leit allt rosalega vel út. Og þarna var velta Vodafone í svona kringum, ég man rétt þetta sé ekki, svona kringum 13-14 miljardar, eitthvað þessum tíma. Og síðan líða árin og fljótið þetta kemur inn á marka, þá kaupir Heiðar í félaginu. Ég man ekki hvort það er 13, 14, eitthvað 15, ég man ekki hvernig hann kaupir í félaginu. Hins vegar þannig að þarna er veltan í kringum 14 miljardar í félaginu og síðan árið 2017 þá kaupir Vodafone 365 miðla. Og það sem gerist við það að veltan eykst alveg verulega, hún fyrir yfir 20 miljardar mjög fljótlega og 2018 er veltan búin að bara vaksa verulega frá 13-14 miljardar með 22 miljardar en á sama tíma er hagnaður félagsins búin að fara verulega niður. Það er það sem gerist þannig 2018 og grunnrekstur félagsins er ekki góður. Og það sem þá er farið að gera, þá er farið að selja eignir. Og þá til dæmis eignar hlutir í Færeyjum sem var seldur og þá kemur inn ákveðin hagnaður af því til þess að halda uppi félaginu og svo 2021 að þá er farið í að selja óvirku innviðina til Íslandsstjórna og þarna er sala sem er það selt hana 2021 fyrir, ég man ekki alveg hver upphæðin var, hvort er kringu 6 miljardar eitthvað þess að þar, man ekki alveg hver hagnaðan verið, við kannski skoðum það. En það sem er gert við þessu sölu, það er gert semst sala og endurleiga. Það er semst endurleigðir, þetta eru senstastæður utan farnet dreifikerfið og þetta er semst steip og stál og þessir endurlega á þessum samningum er verðtryggður og það er líka ákveðna skuldbindingar að byggja ákveðna sendastæði upp á ákveðnu tímabili. Og þetta eru þessar leigu skuldbindingar sem er inn í sín? Þetta eru stóru leigu skuldbindingar sem fara gegnum rekstrarreikning sínar. Og þannig að þetta eru 500-600 milljónir ári sem við erum að fyrir gegnum rekstrarreikningin hjá okkur eftir þessa sölu. Þetta er semst gert 2021 og þetta er verðtryggt, þannig að þetta hækkar og hækkar. Það sem gerist svo 2021 og 2022 og við hefum svo sem byrt þetta markun og gerðum það sérstaklega nú í síðasta uppgjöri, þá sýnum við fram á það að það eru ákveðnar tekjur, hlutanitstekjur eða IoT-tekjur sem verða til á árunum í kringum COVID. Það var byrjað að koma aðeins áður að því að sín er gríðarlega öflugt þarna. Ég veit ekki hvort þið vitið það, en sín er með 95% markaðshlutdeild á landinu í IoT. En það er opaslega mikil þekking hjá okkur í þessu. Hlutanitstekjur, hvað er þetta? Þetta er í raun og veru, eins og ég tek dæmið með þessar, þetta er raunverulega, til dæmis eins og kringum COVID, að þá var verið að flytja lyf á milli landa, bólefni fyrir okkur hinn sem að, svo við fengjum
þess að koma veg fyrir verðum lasin. Þannig að þetta raunverulega þá að mæla hitastigið eða kuldastigið á efninu, þannig að þetta að trakka á leiðinni. Þannig að þetta mjög flott tækni. Og þannig að þá það sem gerist að koma óeðlilega miklar tekjur inn í félagið. Og það raunverulega á árinu 2022 þá eru tekjurnar tæplega 1,6 milljarður. Og af því þetta gerir svo óvænt þá líka framleiðin á þessum tíma alveg svakalega há. Og hún svona þetta byrja 2021, verið mjög gott 2022 og síðan þá fer þetta bara niður. Þess að tekið svo 1,6 milljarður á árinu 2022 eru 300 milljónir á síðast ári. Þannig að þetta það sem raunverulega gerist. Það seldar eignir og það kom inn óvinnilegar tekjur út af COVID. Þetta heimsfaraldurstekjur. Þetta ekki, eins og maður segir á slæmri íslensku, recurring tekjur. Nei. Þannig að það sem gerist. Það ekki verið raunverulega að taka til í rekstri félags, í grunnrekstri félagsins. Og þannig að svona lítur þetta út fyrir mér. Svo þegar við komum inn, þá þess að tekjur farnar. Það búið að selja óvirku innviðina. Það búið að selja félagið í Færeyjum. Það líka búið að selja burðanetti til ljósleiðarans og þegar ég kem inn þá búið að nýta þá fjármuni vegna það átti að greiða þá en það búið að taka lán. Það búið að taka lán til þess að kaupa hluti í félaginu sem við þurfum að greiða tilbaka. Þannig að það nú sagan eins og hún lítur út fyrir mér. Það lítur út fyrir mér að það hefur verið tekin ákvörðun 2017 og þá Heiðar raunverulega stjórnarformari félagsins og leiðir þessi kaup og þá hafi vandræði félagsins byrjað. Og síðan hefur ekki verið almennilega tekið til í rekstri félagsins. Heldur seldar eignir og svo koma þessar tekjur inn. Lánið sem hún nefndir í lokin, það var nýtt í endurkaup á einhverju gengi sem vantarlega ekkert mjög getast í dag eða hvað? Já, þessi ákvörðun tekin árið 2023, þetta áður að kem inn og þetta að klárast þarna fljótlega eftir kem inn. Mér minnir að það hafi verið eftir einhverja 30 milljónir eða eitthvað svoleiðis af þessu. Þannig að þetta fór raunverulega til þess að borga niður skuldir og kaupa á eigin bréfum. 20 viðbót varandi Heiðar Sotni ánu, förum í annað, við ætlum ekki bara að tala hann inn í kvöld og að við getum gert það. Hann síðast þegar hann kom til okkar þá tölum mikið ennska boltarinn og mér tala betur hann hérna í kvöld en hann svona talaði að þegar hann var að bjóða þetta sínum tíma og bjóði hann alltaf útastöðunar 957, 977 og fleira hann svona var skeptískur á að þetta hafi verið góð fjárfesting hjá okkur í ennska boltarinn talaði að innlendi dreifingaraðilar verið bráðum klipptir út með tímanum og þetta fari bara beint í neytandans förum betur í ennska boltarna eftir en skilur þú hvað hann að koma þannig? Já, ég skil alveg. Þetta alveg, þegar Premier League hefur sagt frá því sjálft að þau séu að horfa til þess að fara beint til viðskiptavinarins og þar þeir að horfa til áruna 2009, 2008, 2009 þannig að þetta alveg opinbert til að tala þetta þannig að það kemur ekkert óvart að hann hefur sagt þetta og þannig að það alveg líkur á því. Sko í þessum útboðsferlum þá þetta mjög svona, þetta mjög formfast að þeirra fari í útboð á Premier League og þetta hefur alveg einstakt vægi á Íslandi og örugglega á fleiri stöðum heldur en Íslandi. Það þannig að þetta eykur tryggð, viðskiptavina og nýliðun. Það alveg klart mál. Þetta hefur svona ofboðslega, fólk vill koma, það hefur mikið áhuga á þessu. Það sem að við vitum líka að því að útboðsferli mjög fast að við fórum í gegnum það sem kallast 3 ránd og það aldrei farið í gegnum 3 ránd nema sem mjög stutt á milli aðila. Það innan við einhver prósent. Þannig að við vitum alveg að það sá sem að var að bjóða mót okkur, hann var að bjóða mjög sambarlegt verð. Já, mjög gott. Herdís svo sem svaraði fyrir hann talaði að sín hefur hagnast 100 milljónir á mánuði árið 2022 en að tapa 100 á mánuði þegar við ræddum við hann, það breyst fólksendur síðan. Þetta bara til að slúta þessu, finnst þið sanngjarnt að fyrrandi forstjóri tjáu sig svona ofinberlega rekstur arftaka síns? Sko, mér finnst þetta að mörguleiti ósangjant vegna þess að mér finnst svona sagan ekki vera rétt sögð og það kannski lítur að því að það sem ég að fara yfir áðan að því að nefnir hann að 2022 og ég heyrði mig til hann talaði þetta að hagnaður félagsins var ekki 100 milljónir, það var svona kringu 75 milljónir á mánuði en þetta var út af sölu og þetta var út af óvenjulegum tekjum árið 21 og 22. Mjög óvenjulegum tekjum eins og ég segi
tekjur 22 voru þetta í kringum 1,6 milljarður, 21 örugglega í kringum 1,3 eitthvað svoleiðis og svo núna erum við að horfa á 300 milljónir á síðasta ári, cirka. Kannski bara að slúta þessu, hefur eitthvað spjallað við Heiðar? Já, ég hef svona yfirleitt gert það í vana minna þegar ég hef tekið að mér svona verkefni þá hef ég hitt fyrirverandi forstjóra og ég hitti Heiðar og ég hitti Yngva líka og áttum bara mjög gott spjall þannig að já, ég veit hann. Já. Skulum við færa okkur bara í hlutabrifið að stokkin sjálfan Sessor auðvitað hluti af vinnustað viðskiptavina. Heldur betur. Staðsetja sig þannig að þeir eru bara hluti af teimi viðskiptavinir. Virkur þáttakandi í starfseminu og hefur hagsmunni viðskiptavinarins að leiðarljósi ávallt og samstarfið byggist á langtíma samböndum. Við erum náðum með stjórnendum og lykilstarfsfólki og kynnist reksturum djúpt eitthvað sem að margir ætta að kynna sér held ég. Hljómar svo besti starfsmaðurinn. Já. Sko, gengi var í 47,4 í upphafi árs 2024 en þegar þetta er sagt er gengi í 21,8 og búið meira en helmingast. Sko, hverjir eru helstu skýringar? Við erum auðvitað aðeins að tala um þetta. Já, sko, það er auðvitað þannig að ég sitt sem forstjóri í skráðu félagi og þannig að svona samkvæmt svona upplýsinga því sem ég get gefið sem upplýsingar er mjög erfitt hvað það varðar en auðvitað hefði maður vilja sjá gengið á öðrum stað en það má segja það hafa verið krefindi aðstæður í félaginu og ég vil líka segja sko það hafi verið sko það var opaslega lítil sko þegar bréfin voru að lækka það voru opaslega lítil viðskipti. Rosalega lítil. Já, opaslega lítil viðskipti sem náðu að draga þetta svo niður. Þannig að, en já, ég held að það sé best að ég tjá mig sem minnst um þetta. Já, klart. Já. Kannski eitt bara, spyrja bara, er erfitt að tala með menningu og móral á hann, láta starfsmenn þetta á sig, er erfitt að halda góða móral þegar gengið að lækka og lækka? Ég myndi segja sko, nei, ég held að svona hinn almenni starfsmaður ekki mikið að velta því fyrir sér. Okay. Ég myndi segja kannski að við sem erum í framkvæmdastjórn, okkur finnst það ekki dægilegt. Nei, mér langaði einmitt, sko, eins og fyrir þig samt sem forstjóri, þetta hlýtur að taka eins á kottan, eða hvað? Já, það gerir það sjálfsög og ég er náttúrulega mikið metnað fyrir því að þetta félag gangi vel og þannig að sjálfsög hefur það áhrif, það gerir það. Algjörlega, sko, ef við komum þá bara í ársreikningin, tekjur upp 6% year over year, EBITDA upp 31% year over year, EBITDA upp 32,3% og EBIT viðsnúningur í 312 milljónum króna, árið í held endar í 634 milljónum króna tapi og svo strömi enn eitthvað. Eru þið að sjá einhver merki, eru þið byrjuð að sjá einhver merki um það að reksturinn sé að verða sjálfbær? Já, það sem hefur fyndist kannski áhugavert sko, það er áhugavert fyrir ykkur að skoða síðasta fjórðungin. Því að ef þið horfið árið 2025 þá eru við að fara í endurmörkunna, við komum út 12. júní. Þetta er bara fyrsti helmingun er búin og við erum að fara inn á seinni hlutan. Þannig að það sem við gerum í þessar endurmörkun, við komum bæði sko, þannig að við erum með eina vefsíðu fyrir allt fyrir frambúð okkur þjónustuna undir sín. Við fækkum vöruflokkum þarna yfir 100 vöruflokka í 6 skýra valkosti, þannig að mjög einfalt að kaupa af okkur í dag og fá þjónustu hjá okkur og við þessa umbreytingu, það sem auðvitað að gerast, við erum að taka rosalega mikið til, við erum raunverulega að færa fólk úr ákveðnum áskriftum, þau eru að fara í betri pakka en áður og þessartar, þannig að það hefur auðvitað áhrif á hlutana. Þannig að þeir eru að fara í svona alvöru stefnumótun og við kynntum þetta í nóvember 24 og við fengum svo starfsfólki með okkur alveg yfir 100 manns sem raunverulega búin að skrifa undir trúnaðaryfirlýsingu og ég er opaslega stolt af starfsfólki vegna þess að þetta lag ekkert út. Nei. Og þannig að það sem gerist raunverulega að áhrifin aðeins eru að gerast svo að seinni hluti ásins. Fyrst er fólk að átta sig á hvað búið að gerast og þess að þar og við erum raunverulega að taka til svolítið ennþá hana. Þannig ég myndi segja, ég myndi að leggja áherslu að þið skoðið síðasta fjórðungin, þar sjáu þið raunverulega mikið, það er ákveðin viðsnúningur þar. Þar er sko 6% aukning í tekjum, við erum með 6 milljarða á síðasta fjórðungnum og svo erum við horfum alltaf á EBITDA mínus fjárfestingar. Að því EBITDA mínus fjárfestingar er þar sem við erum að horfa á hvað er reksturinn að gefa og svo drögum við fjárfestingarna frá. Og EBITDA erum við að horfa á vegna þess að það er svo mikla leguskuldbindingar, það gefur svo rétta mynd af þessu. Og ef þið horfið á sko á það, þá sjáu þið þarna í raunverulega
eitthvað mikið að gerast, en líka ef þú horfið að árið í heild, þá er raunverulega viðsnúningurinn í Epitalmins fjárfestingar tæplega milljarður. Já. Þannig að það já, við sjáum að það er raunverulega að gerast mikill viðsnúningur hjá félaginu. Stu með eitthvað, Leifur? Nei, kannski bara að þú varst að tala með áðan sko hvort að þetta hefði áhrif á móralina fyrirtækins hlutabréfaverðið en það svona margir hafi verið bundið þagnaðareiði og síðan staðan kannski ekki jákvæð teikn en samt svona að þú veist þegar að fyrirtækið á í vök að verjast og það þarf viðsnúning er hægt er góður liðsandi, eru allir róið sama átt og eru allir átt að sjá verkefni eða er þetta kannski bara klísfjöli spurning með einu svari, Herdís? Sko það er, ég myndi segja að það er auðvitað að, hann er spurning hvernig ég var að svara þér, hvernig, þú ert eiginlega að spyrja mig aftur, ég þarf eiginlega að sjá þessa spurningu, þannig hvað ert eiginlega að meina? En það er auðvitað þannig, það er 100 manns og það sem er líka óbærslega áhört, eitt alltaf þegar ég fari í stefnumótunni, því ég trú svo mikið á bottom up, þannig við vinnum með öllu starfsfólkinu. Þannig í allir þessi vinnu sem við vorum að gera, þegar við erum að gera svona stóra breytingu, að þá erum við að taka viðtölu við fólk. Ég held stóran starfsmannafund áður við byrjum, árinu 24. Það sem sögðum við værum að fara gaggjart að skoða hlutina. Við sögðum hverju myndur leiða á hverju sviði fyrir sig og buðum starfsfólki að taka þátt. Og fólk kom og lét vita sem vildi vera með. Við sendum líka út spurningalista á allt fólki og það svo svöruðu hvað ég var að gera meira, hvað ég var að gera minna í hverju er sterk og þess að þannig að allir fengu þáttöku í þessu. En í undirbúningnum, að því að undirbúa svona mikla breytingu eins og allt vöru frambóðið, eins og ég sagði yfir 100 vöruflokkar, þú þarft fullt af fólki yfir hugbúna teima og annað til að hjálpa þér. Þú þarft tæknifólk til að hjálpa þér við hugbúna teimi líka til að hjálpa þér að gera vefsíðuna. Bara þá hún sé eins og hún á að vera fyrir allar vörurnar og hætta með þá Stöð 2 og Vodafone vefsíðnar. Þannig að þú þarft svo rosalega marga með þér og þess vegna segja ég svo ótrúlega stolt af þessu félagi og þessu fólki sem var með okkur í þessu að halda þarna þagnaskyldu. Það var óboðslega spenna. Ég veit ekki hvað þau tóku eftir öllum fréttaflutningu þegar fólk var að reyna að átta sig á því hvað vorum að gera hennar dag. Já. Og þetta var svo gaman. Það var allir með sína getgátur hana. Það var allir með sína getgátur. Við varum með stóran starfsmannafund upp í Egilshöll og það var svo skemmtilegt og ég sagði svo þegar við löpum út úr höllin, ég sagði, svo skulum við það verið blaðamenn sem bíða fyrir utan en við skulum bara hafa þetta fyrir okkur, ekki tala við blaðamennina og þetta var svo mikið spenna, það var allir saman í þessu liði og það var mjög skemmtilegt. Já, þetta hefur eins og við tölum kannski í byrjun þáttar reynst meira krefjandi og vissir þetta að vera krefjandi verkefni heldur en kannski helst í upphafi og þú er alveg þurft að taka erfiðar ákvarðanir, minna það voru tímabilið sem voru nánast daglega fréttaflutningar að fólk væri að hætta eða láta störfum eða hvernig það er. Já, og það er auðvitað það erfiðasta í endurskipulagningarverkefnum þegar maður þarf að fara í uppsagnir og sérstaklega er þetta þannig maður er búin að vinna með fólki og maður fer að þykja vænt af fólk, það er auðvitað þannig og svo veit maður ekki hvernig það fer hvað gerist næst og þess að þannig að það er auðvitað mesta áskorun ávalt að fara í gegnum uppsagnir. Já, ef við förum yfir upprunalega spáin fyrir 25 þá var kert ráð fyrir EBITDA á bilinu 4,4 til 4,4 endar í 3,5 og svo EBIT spá á 801,2 endar í lægri tölu. Ef við fáum bara að spyrja og opna spurninga, þú þekkir þetta betur en allir, ef við spyrjum bara opið, hvað klikkaði árið 2025? Já, og þetta er góð spurning og ef ég er svona algjörlega heiðarleg hvað gerðist þarna, þá má segja að það hafi verið svona óvarlegt að gefa út spá á þessum tíma. Já. Og við erum raunverulega að gera opaslega miklar breytingar á félaginu. Og við erum bæði að fara í endurmörkun, við erum að taka á móti enska boltanum, við erum að fækka vöruflokkum, þannig að það er opaslega spá fyrir árið í bæði í auglýsingatekjum sem að stóðst ekki, það má segja að auglýsingatekjurnar, það hefur verið stærstu hlutin af því sem var, því að hún var mjög brött. Og svo er samdráttur í IoT-tekjum eða hlutanetstekjum líka. Þannig að það er þess að skýra þetta, það er aðalega samdráttur. Tekjurnar á auglýsingadeildinni voru ekki ólíkar því sem var 24. Það voru bara áætlunin var allt of há fyrir auglýsingatekjur. Og svo samdráttur í hlutanetstekjum. Já, talandi Q4 sem var klárlega svona góður ásfjórðingu fyrir ykkur og sýndu að þeir væri á einhverju leið og svona loksins sýndu kannski á spilin að þeir væri á réttri vegferð og búin að vera einhverja spurningar að núti, í þessum Q4-bata, er þetta meiri raunverulegur vöxtur eða er þetta bara hagræði kostnaði?
Já, sko, ég myndi segja þetta bæði, því að við sjáum, sko, það eru vöxtur í kjarnastarfsemi félagsins og þeir tala kjarnastarfsemi félagsins, þá eru tala sko fjarskiptin, þá er það internetið og farsíminn og fjölmiðlunin. Við sjáum vöxt í þessu öllu saman. Við sjáum líka, við erum þó þrátt fyrir vöxtin, ég held að vöxturinn sé kringu 12% á þessu, 12-15% og en þá á sama tíma sjáum við líka að kostnaðverðið er ekki að hækka í takt við þetta, hann er raunverulega lægri, sem er mjög áhugavert í ljósi þess að við erum að horfa á sko verðlagshækkanir. Það eru sko, allir byrgja, raforkukostnaður og byrgja, þetta er allt hækkandi á hverju ári, vegna þess að þetta er vísitölutengdir samningar. Þannig að það er fyrir hækkandi, þannig að það er sko minni kostnaður í kostnaður seldra vara. Sko, launakostnaður hefur líka farið niður, þannig við höfum verið best okkur þar líka og sama tíma og kjarasamningsbundnar hækkanir hafi verið á hverju einasta ári frá því tók við. Og en það er annar rekstrakostnaður, hann er aðeins hærri og það skýrst aðalega af endurmörkunni og þess að þar. Þannig að, já. Skráð félag á markaði, það er auðvitað alltaf ástunarkrafa og kemur frá stjórninni og síðan niður framkvæmdastjórnin og síðan niður fyrirtækið og við langaði að spyrja út í Spána sem var greinilega óraunlega fyrir 2025, bæði hvað var þar auglýsingatekjur og síðan hlutanetstekjurnar sem voru þó áþekkar árinu áður, það er þessar auglýsingatekjurnar og hlutanetstekjurnar eins og þú talar máttu kannski vita að það myndi eitthvað draga saman. Að gera spá, þetta er auðvitað viðkvæmt fyrirbæri, að þú vilt ekki gera ná lága því að þetta er hvetjandi, en að sama skapi bresta vonir þegar hún er of há. Hver er lykillinn hana? Það voru spá? Sko, já, ég held að það sé, það er lykillinn aðeins og svolítið að vita hvað þú ert að gera. Og þetta er opaslega mikil ábyrgð og sérstaklega þú ert að skráðu félag. Þú ert með skráðu félag og það er mikil ábyrgð að gefa út spá. Og ég myndi segja að við hefum lagt okkur rosalega fram núna, sérstaklega til þess að þau eru gefum út spána núna. Við gerðum það líka síðast ári. Við raunverulega bara áttum okkur ekki á hvað þessi breyting raunverulega var að gera. Þegar, eins og segi, við vorum að enska boltan, við vorum að breyta pakkaframböðinu, við vorum að opna línulegastöðinu, við vorum að gera svo óbáslega margt. Það má segja að að setja fram spá þegar er svona óbáslega mikil óvissa, það er sko ábyrgðarverk að gera það og ég myndi segja sko eins og segi þetta svona eftir á hyggja hefðu við betur ekki gert það fyrir árið 2025. Já, það var leiðandi spurning hér, Leifur, ég er ánægð með hana, sko náttúrulega komin ákominspá fyrir 26, það sem að EBITDA spá er 4,6 miljardar, 24% aukning í og við sko einhverju greiningaraðalar ekki eru við þeir, en talum þetta sé metnaðarfull spá hjá okkur, kannski eins og fyrir árið 25, en betur ígrundu núna eða meiri fótu fyrir henni? Eða? Já, ég myndi segja að hún var vel ígrundu. Við erum ekki að fara í svona stórkostlega breytingar eins og gerðum árinu áður og þannig að já, hún er mjög vel ígrundu þessi spá. Spennandi. Já, mjög spennandi. Við ætlum að færa okkur í enska boltan að þess að kafi hann. Já. Við ætlum að byrja Manchester United. Tökum lið fyrir lið. Bad Mickey þeir auðvitað að færa okkur enska boltan. Já. Pallurinn að vera klár. Sólskinspallurinn, það verður skemmtilegt maður. Setja þið tífi þar? Já, líklega. Já, líklega. Ég er reyndar, hvort þið séum með kalda dæli, ég þóri ekki að fara með það. En þeir eru auðvitað með allar íþróttir og þetta er best að setja í sportbar bæjarins og jafnvel landsins. Svo langar að sjá alþingismenn að labba út úr vinnunni og það getur verið þarna tiltir þarna og bóði kannski Kristján Frosta í kaldan. Andrúmsloftið óviðjafnilegt og þetta krónan. Ég hef með matabóð fyrir fjölskyldunum gær. Já, vel gert. Já, ég ætla nú kannski ekki að vera að tala um þetta en ég fór í útrunnið, fekk 25% afslátt á fáránlega góðu lampi. Bauðstu gestum upp á útrunni mat? Já, ég gerði smá tilraun. Ég tók einn útrunnin og einn ekki. Já, svona mix. Já, svona mix. Já, skemmtilegt. Og þetta bragðist allt, þetta var allt með bragðinu. Þannig að krónan býður bæði upp á úrval fyrir lúksuskall eins og Birki og síðan fyrir hversdagsmannin eins og mig. En við ætlum að færa okkur í enska boltan. Sko, þú færði ekki að halda mandat på aftur. Ég var enda með haf og hagi í forrétt, einhverja rækjur og hráski, þetta var rosalegt. Meiri næsta þetta. Já, krónan. Sko, kostnaður upp á 1,4 miljardar árið, 380 leikir og tímabili, auðvitað samlegar áhrif mjög annað. En hvernig er enski boltinn að skila sér í tölum eftir fyrstu mánuðina? Já, enski boltinn eins og ég segi, sko, þetta er einstök vara og hún er raunverulega, hún eigur nýliðun og tryggð viðskiptavina. Ég myndi segja sko að þetta er dýrsýningaréttur og það er alveg klart mál en mikilvægur á sama tíma
þannig að ég myndi segja að hann hefur skilað sér klárlega. Máttu segja okkur hvað fegst þinn marga áskrifundur? Við höfum ekki verið gefað út, Nei. við höfum fengið marga áskrifundur en við höfum alveg klárlega að sé sko að það eins og til dæmis að því að nú erum við með góður betri bestur og við höfum ekki séð frá árinu 2019 að því að nú er mikið af íslensku sporti selt með enska boltanum, við höfum ekki séð jafn marga áskrifundur að íslensku sporti Nei. síðan 2019. Og það má líka hrósa, Það fagnar efni. já, og það má líka bara nota þetta plattform og hrósa sín, ég meina, þú veist, það eru líklega svona 100 beinur útsendingar hvað eins að deyja það hjá þeim, sko. Þetta er ótrúlega þjónusta sem og fyrir ekki hátt verð, sko. Nei, og ég get sagt ykkur líka, þau bara horfið sko á menningu landsins og horfið á það sem það sko sín og þá stöð 2 áður hefur verið að gera, bara til dæmis að þau horfið á körfuboltan. Bara iðkendur og áhorfendur í íslenskum körfubolta hvað þetta hefur breyst rosalega mikið þetta er auðvitað bara samstarf á milli þá sínar og KKÍ. Já, klárt. Sko, spurðum við byrjun sko, ef ég fæst spyrja, vitandi það sem hún veist í dag við förum eftir kannski aðeins við málaferlina við sín og hvað þetta kostaði Sorry, sér skjótin, körfuboltinn, það er besta sjónvarpsefni sem að og það er bara alfarið sín að þakka. Já. Þeir leiðu bara Jónum út í bæja fyrir að fylgjast með og þetta er, já, ég þarf að byrja að fylgjast með þessu. Vitandi það sem hún veist í dag, Herdís, ert búin að sjá rauntölunar, hvað þetta hefur skilað og annað og málaferlin við síman, var rétt að fara í þetta út með? Ég myndi segja sko að ég myndi kannski við gerum þetta öðru í sig næst segja. En það sem ég vil eiginlega segja þarna eftir að fjarskiptastofa tekur þetta svona áfram eins og hún gerði að þá myndi ég vilja horfa á þetta öðruvísi og ég mun ávallt segja það eins og ég sagði líka upp að ég tel að fjarskiptastofa hafi þarna farið ekki rétt með þeir raunverulega hafi svona brotið á félaginu þá svo ég ætla ekki að fara í málaferli með það ég myndi freka kannski hvetja einhverja laganefn að skoða þetta case heldur það væri mjög áhugavert það sem að ég vil meina með sko enska boltanum þetta er mikilvægur efnisréttur en það má líka segja að við höfum hann gert ákveðin samning við síman sjónvarpsdreifingu og efnisdreifingu þannig að svona gömul mál úr sögunni en það er líka gefið tilefni til þess að horfa til þess að við munum mögulega að gera þetta öðruvísi í framtíðinu. Já. Sko ég held þessu talsvert margir sem að hlusta á hana þátt sem að gera ekki greinamun á milli samningsins sem að eða sem sagt þegar fjarskiptastofa skipti sér að símanum og síðan ykkur. Hver var munurinn? Í hverju fólst það? Já, munurinn hann felst í því að árið 2019 að þá síminn fær hann þessi efnisréttin af enska boltanum og á þeim tíma þá ákveður síminn að vöndla þetta við heimilspakkan og þegar þú keyptir heimilspakkan þá keyptir fjarskipti og enska boltan. Þú semst varst að vera með fjarskiptin hjá símanum til þess að geta fengið aðgang að enska boltanum. Og þessum tíma líka þá að sko til þess að dreifa þessu til allra landsmanna þá þurftir að fara gegnum svo kallar IPTV sem er svona dreifikerfi fjarskiptafélaginu og sjónvarpi. Og en síðan er liðin 6 ár og það sem við ætlum að gera þegar við fengum þetta núna í haustmánuðum 2025 að það var þannig að við ætlum að dreifa allir landsmyndi gátu fengið aðgang að þessu. Við ætlum ekki að vöndla þessu við okkar fjarskipti eingöngu. Við buðum bæði Símonum og Nova að dreifa þessu yfir smáforrit eða app. Og þannig að það er raunverulega eina sem að viðskiptavinur þurfti að gera. Hann þurfti að downloada appi sem er frítt og þá gæti hann þá keypt þær áskriftir sem hann vildi. Þannig að það sem Síminn við byggðum Símonum að gera var að dreifa þessu appi með sínum fjarskiptum og líka Nova og gera það heildsölu samninga við þá. Nova gerði strax samning við okkur og að dreifa þessu appi með fjarskiptunum sínum en Síminn hafði ekki áhuga á því. Þannig að munurinn var sá að það sem að við vorum að gera var algjörlega að þú gast fengið aðganga enska boltanum óháð því hjá hvaða fjarskiptafyrirtæki þú varst. Það sem að Síminn gerði 2019 þeir vöndlu sig við heimilspakkan þannig að þú varst að vera í fjarskiptum hjá þeim þangað til að samkeppniseftirlitið kom inn og sagði þetta má ekki gera þetta svona og þá var þetta selt til sínar og þá Nova í heildsölu. Hins vegar munur líka að þannig ég kom inn að það munur á því að á þeim tíma 2019 þá var til þess að geta hort á enska boltan þá þurftur að fara í gegnum þá IPTV
til þess að ná allir þessi dreifingu til allar landsmanna. En ef við skoðum til að mynda rannsókn sem var gerð opinberra maskinu 2002 ef mér minnir rétt, að þá kringum 80% Íslendinga að nota Netflix, þannig að þau eru mjög vöndi að nota smáforrit eða app. Og þessi rannsókn svo aftur gerð held ég 2024 og þetta svona svipað. Þannig að landsmenn eru mjög vanir því að horfa á skemmtiefni eða íþróttir í smáforriti. Við erum líka vön því, alveg að sama hvað aldrei við erum, að borga reikningar okkar. Og við núna erum við að borga reikningan okkar hjá Landsbankanum eða Arionbanka eða Íslandsbanka í gegnum app. Við erum líka að fara inn á Ísland.is, alveg sama á hvað aldrei við erum. Við erum til dæmis að skoða hvað þurfum að borga kílómetragjald núna. Þannig að við erum búin að segja að landsmenn eigi að geta nota smáforrit til þess að borga reikningana sína og við sjáum það bara á tölunum að landsmenn eru að horfa á sjónvarpsefni í gegnum smáforrit. Þannig að það var það sem við vildum gera. Við segjum, heyrðu, allir landsmenn fá aðgang að þessu. Það engin höft að þú máttur þú getur verið hvar sem í fjarskiptum. En það sem fjarskiptastofa segir, nei, heyrðu, þetta dugur ekki af því að þið verðið að dreifa sig gegn lokakerfi símans. Það var niðurstaðan. Þetta mjög góð ræða, því að ég held að eins og Leifur segir, fullt af fólki sem að kannski átta sig ekki almennilega á þessu og maður kerði eiginlega ekki sjálfur án að maður fekk þessa ræðu. Sko, ég velti samt fyrir mér einu. Þú kaupir svona rétt á einhverja miljard rúman. Sko, hvað vandamáli við að síminn fái bara að sína þetta á sínu myndlíkli? Getur ekki bara að rukka fyrir það eða? Sko, vitið það að ég minnst þetta reyndar mjög góð spurning að því að mér finnst, sko, ef að fyrirtæki að kaupa rándýra efnisrætti þau eiga þau hafa tækifæri til þess að aðgreina sig á markaði fyrir það og þau eiga að geta gert það því að þau eru að taka hana mikla áhættu og þau eru að búa til efni til þess að þjónusta viðskiptavina sína. Horfið til dæmis á það sem sín að gera og alla dagskrárgerðin í kringum þetta. Hún alveg framúskarandi og það alveg þekkt á Íslandi að sín gerir íþróttaviðburðum alveg opaslega sko góða dagskrárgerð og hún sko, ég myndi segja heimsmæli hverða. Við erum að horfa á Dogsón og við erum að horfa á umfyllunin Kristínu Arna og svo fleira. Þannig að þannig að auðvitað myndur vilja að það væri þannig að þegar að fyrirtæki kaupir dýranefnisett, vinnur að því að gera flotta dagskrárgerð í kringu það, að þau geti aðgreint sig á markaði og getur sagt, þetta það sem við erum að bjóða og þannig kemur aðgreiningin. Þegar að síminn var mennska boltan, gat ég hort á síman í gegnum ykkar stöðar? Já, þú gast gert það. Okay. Já, þetta áhugavert, af því að eftir hennan seinni úrskurð, þá velti maður fyrir sér, kannski mun ekki koma til tals vegna þess að Premier League mun dreifa þessu sjálft, en segjum að næsta útboð eftir sér stað í dag, myndi það þá jafnvel hafa það í för með sér að hvort fyrirtæki myndi bjóða einhverja svakalega upphæð og bæði myndi þá hafa aðgang að henni og fyrir vikið, af því að það hljómar svo mikill neytendahæfur, en það eins og þú nefnir líka að það sem fer í framleiðsluna eftir að þú ert búin að punga út þessu verði verður gríðarlega flott, samber Dogsson, samber Kristínu Arnars og fleira. Sko, við skulum sjá bara hvað Premier League gerir. Og eins og ég segi þetta, þér hafa talað um þetta, mér minni kalla þetta Premier League Plus eða eitthvað þess að þar. Og við skulum bara sjá hvað gerist þar. Þannig að en ég held að segja alltaf þannig að við viljum geta búið upp á enska boltan. Það verður þannig. Þannig að svona kannski, mér langar kannski aðeins að tala svona aðeins sko sjónvarslausnir og tala sko fjölmiðlamarkan á Íslandi. Mér finnst það kannski pínu mikilvægt að því við maður að tala sko að ég var að nefna áðan varðandi sko kaupinu 365 miðlum og svona. Og það sem svo áhugavert að horfa á Íslanda því við erum ekki það stórt land eða fjölmenn. Og ég hef talað það bæða markasteirinn 2024 og haft að orða á því líka í viðtölum annars að það eru tækifæri til þess að við séum að vinna meira saman á sjónvarsinnviðum. Til að mynda, ef þið hugsið til að mynda ef þið horfið á Viaplay eða Netflix og ef þið horfið á appi hjá þeim, notenda upplifun rosalega góð og það ekkert skrítið vegna þess að þeir eru sko kannski með 100 forritar á bakvið þetta. Þeir eru stór fyrirtæki sem koma inn. Svo við Síminn, Sín og fleiri allir að hanna sitt eigið app. Í raun og veru væri hægt að gera svona innvið eins og það
bara í félagi sem væri þá annarkvort í eigu þessara félaga sameinlega eða í eigu þriðja, það sem raunverulega bara vætleipað. Þannig að þessi innveru bara búin til og svo vinnur þú á í raunverulega sko þjónustu upplifun viðskiptavina. Staðan fyrir að þið eru með IT-deild í ykkar hótni, sko? Já, við erum IT-deild í okkar hótni, Síminn með IT-deild hjá sér, Rúfum hjá sér og fram eftir götunum. Auðvitað ættum við alltaf horfa svona, við erum aðeins ná markmiðum þarna ef við horfum á fjarskiptamarka, en það hefur náttúrulega eins og til dæmis með sendafélagið. Það er samvinna og þá getum við selt sendana þar inn. Auðvitað þetta er hagspóta fyrir neytendur og það verður nákvæmlega eins og með sjónvarpsfélag að þarna væri raunverulega eitthvað til hagspóta fyrir neytendur. Vegna þess að þarna kæmi fleiri að því að fjármagna og forrita eða gera flotta tækni í sjónvarpsinnviðum heilt yfir. Þetta er frábær punktur. Er ekki bara hægt að keyra þetta? Jú, við höfum talað þetta og bæði opinberlega og við höfum samt formlegt erindi á Símann hvað þetta varðar og við höfum í samskipti við Rúf líka og fleiri aðila að því að við teljum þetta geta verið bara til hagspóta fyrir alla. En þarna þarf við þetta sko til þess að svona formlegt samtal geta átt sér stað þá þarf við þetta að passa rosalega vel upp á að það fari gegnum samkeppniseftirlitið eða sjálfsmat og þess áttar. Þannig að þetta sé hægt. Og Síminn opinn fyrir þessu samstarfi eða hvað? Sko þetta er bara, við erum reynilega búin að tala mikið þetta en það er ekkert komin eitt lengra heldur en það. Nei. Sko deilurnar ykkar við Símann og þessi dómur í fjarskiptastofu sem Leifur aðeins kom inn á, þið ákváðu að láta staðan daginn að hugsa bara, við nennum ekki verið þessum fæll lengur? Sko við ákvæmum að það var ekki til hagspóta fyrir okkar hluthafa að við varum í margra áraferlum hvað þetta varðar og heldur ekki fyrir neytendur þegar bæði kostnaðsamt og við varum það eða tíma okkur og orku í þetta þannig að við ákveðum frekar að við myndum gera samkomulega við Símann að svona eldri ágreiningsmál úr sögunni og horfa þá til framtíðar hvernig við getum komið í veg fyrir að svona ágreiningsmál komi upp. Klart. Sko það er kannski komið að ég veit að Herdís er mikill áhugamaður Rúf, ég er mjög spenntur að veða það. Heimaform finna sig knúin til þess að ávarpa stóra fílinn í þessu herbergi. Já. En maður þetta komið með hjól frá þeim. Jú. Stofuna bara. Já. Og getur maður bara kláft á körfuna eins og maður vill bara á hjólinu. Já. Það er geðvikt. Það er rosalegt. Og maður er bara að missa kíló í leiðinni og maður má við því. Og svo þetta smárikið ábyrgasta ríkið tvíþætt auðkynning. Já. Alltaf skemmtilegar auðlýsingar þegar það er hann að stimpla samþykkt. Já. Hafna. Já. Smárikið skemmtilegar. Svo áttu við bara Helgu Braga inni. Já, áttu við hann einhvern veginn bara inni. En Rúf og samkeppnisumhverfið. Markaðshlutdeild Rúf er 27%, margfalt meiri en á Norðurlöndunum, þar sem hann er 10% að meðaltali. Framlag til Rúf hækkaði 23% að raungildi árunum 2016 til 2024. Er samkeppnin einfallega ósanngjörn? Já, sko það sem við hefum talað og það við viljum raunilega bara jafnan samkeppnisgrundvöll á Íslandi og já, við höfum alveg komið skýrt með það fram og okkur finnst þessi leikur gagnvart Rúf ósanngjarn eða ójafn. Það er þannig að Rúf fær frá í fjárlögum rúmlega 6 milljarða núna og svo þeir mjög öflugir á auglýsingamarkaði. Þrátt fyrir að komi meira þess að fram í þjónustusamningi á milli ríkisins og Rúf að það er drag úr Rúf og auglýsingamarkað þannig að alþingi og löggjafinn vill að þeir dragi úr en þeir gera samt ekki. Þannig að þetta er auðvitað mjög óeðlilegt að þarna sé bæði fyrirgjöf eða þessi kemur þessi 6,2 milljarðar og svo mjög öflugur á auglýsingamarkaði líka. Og nefskatturinn líka, sko. Já, það er þessi og það sem að og ég tók líka þetta eftir núna, það er nýlega komin út skýrsla frá Hagstofunni sem hún er reyndar fyrir árið 24 og hún bara var samt að koma út núna minnir að vera 15. apríl en þá sé ég til að mynda að sko auglýsingasala í sjónvarpi hefur aukist verulega hjá Rúf líka þannig að þeir eru bara að gefa í og þetta er auðvitað bara mjög óeðlileg samkeppnisstaða eina sem við segjum, við viljum bara jafna samkeppnisstöðu á markaðnum. Við erum að þjónusta menningu Íslendinga, bæði með skemmtiefni og við erum með íþróttatengda efni og annað, þannig við erum að keppa við Rúf með innlend efni. Þannig að það eru samkeppnisaðalinn okkur innlend efni á svona Símanum. Þannig að ég segi svona, þetta er auðvitað mjög óeðlt og við höfum talað fyrir því að draga úr umsvifum Rúf á auglýsingamarkaði. Við erum ekkert að segja það að hætta með Rúf, það er bara að jafna leikinn. Það er bara eðlilegt að jafna leikinn hérna.
Já, það má líka velta fyrir sér Logi kom með eitthvað útspilum daginn að hann ætla að gefa einkamiðlum hluta af auglýsingatekjum RÚV sem var alveg mjög skemmtilegt og skrítið útspil. Sko, maður velti líka fyrir sér sko bara eins og til dæmis, þá heimsmeistaramótið í sumar. Það ekkert eðlilegt í það sé á RÚV. Akkur það ekki bara hjá einkaaðila? Ég taka bara sem dæmi, ég meina, þú veist, RÚV í keppni, þú veist, ég skil að ríkið þurfa að vera til staðar þegar það ekki einkaaðilar. En þarna ertu með bæði sín og síman sem að geta bara gert þetta margfalt betur. Já, og það sem er kannski og svo annað í þessu líka, það er eins og með viðskiptabóði, það er svona heldur orðið yfir auglýsingar og kostanir og þess að þá er sko RÚV líka með auglýsingar og að skilgreina það annan hátt heldur en raunverulega lögin í kringum félagið. Þannig þeir eru einhvern veginn svona alltaf aðeins að fara út fyrir það sem eiga að vera að gera og þeir komast upp með og það sem áhugavert líka að ég til dæmis að fá eða við hjá sín fáum bréf frá fjölmiðlanefnd sem er svona eftirlits aðili. Banna að tala hana hér. Ég get sagt að við erum að fá nokkur bréf kannski í mánuði. Okay. Og það sem að kanna hvort að við séum að standa okkur vel eða hvort við séum að brjóta af okkur eða þess að þar. Við spurðumst fyrir sko af eigin frumkvæði hvað fjölmiðlanefnd hefur sendt mikið og oft á RÚV og það var 0. Já, 0. Þannig að hún er ekki að sinna eftirlitshlutverki sínu hvert RÚV. Nei, þetta er áhugaverð staðreynd. Já, hún er það. Og kveikjandi. Við ætlum ekki að ræti fréttina með einhver fyrirsögnum fjölmiðlanefnd þegar maður heyri það að maður stingur haustnum í sandin þá er ólíklega að maður sé snertin. Nei, já, þetta er auðvitað merkileg vinnubröð, eiginlega bara stórmerkileg. En sko nú ætla ég að reyna að veða í fyrirsögn. Ættu stjórnvöld að skoða það að loka RÚV bara alfarið? Sko ég held að sko RÚV er auðvitað að skila ákveðna menningar framlagi til okkar. RÚV skiptir alveg máli. Ég held að sé kannski ekki endilega lokað. Ég heldur bara breyta leiknum. Þannig við séum öll að keppa á jafnræðisgrundvelli. Við séum raunverulega að horfa til þess að við séum öll að keppa á samastað. Ég fagna samkeppni. Hún þarf bara heilbrigð. Það er eina sem við erum að kalla eftir. Og þetta á líka við erlendu streymisveiturnar og samfélagsmiðlana. Við borgum skatta hérna á Íslandi, en þeir þurfa ekki að gera það. Nei. Það er alls konar boða, bönn og auglýsingar og annað hjá okkur sem liggur ekki hjá þeim. Annarkvort þarf að sko leyfa okkur að auglýsa allt sem við viljum auglýsa eða banna þeim að auglýsa eitthvað. Getur nefnt dæmi boða, bönn og auglýsingar? Til dæmis áfengi eða nikotín eitthvað þess að þar og þetta geta þeir alveg auglýst en við getum það ekki. Og svo erum við eins og með þýðingar. Já. Þýðingar eða talsetningu. Þeir þurfu ekki að gera þetta. Nei. Þannig leikun er rosalega ójafn. Það er eina sem við köllum eftir. Við spilum bara jafnan leikina. Það er alveg eðlilegt að sé samkeppni og við viljum samkeppni. En hún þarf að vera eðlileg og jafnbæriðtis grundvelli. Já, þegar við erum alltaf mikið rætt og ritað RÚV og í undirbúningi verið þáttina þá hjá ég eftir eina því talaðum að ef að RÚV fer af auglýsingamarkaði þá ætti líka bara að skoða að hætta með þessa opinberu styrki til fjölmiðla. Eru þið þar að bara... Sko það sem eru þetta meðan að samkeppnisumhverfi er það eins og að þá hefur við líka talað fyrir því sko að til að mynda ef þú horfir til Noregs að þá er ákveðin skilgreint hlutverk til dæmis eins og með fréttaflutning og þá mætti horfa til þess að árvökur, vísir, sjónvarpsfréttir sínar. Þannig erum við með sko, erum við að vinna að, til dæmis ef það er gos einhvers staðar og þannig að það eru svona hlutverki þá er almanna hagsmuna og þá hafa engareknir aðilar fengið sko styrki í kringum það og þá getur maður hort á það. Þannig að meðan samkeppnisumhverfi er eins og þá mætti horfa til þess að það væru allir styrktir á einhvern hátt til þess að fjalla eitthvað sem að skipti máli fyrir almenning í landinu. En í prinsipinu erum við ekkert hrifin af styrkjum. Nei, ég skilji. Já, ég er sammála því. Sko, Magnús Geir var hjá okkur daginn í frábæra þætti fyrir útvarpsstjóri. Sko, ef ég reyna að vera eitthvað á móti þér, því ég er eiginlega sammála öllu sem hún segir, eru þið með RÚV á heilanum? Nei, við erum alls ekkert með RÚV á heilanum. Við hefum líka að tala sko jafnarleikin gagnvart erlendu streymisveitum og samfélagsmiðlum og því til að mynda þau horfið á auglýsingamarkaðinn, þá bara 50% auglýsingatekjum sem fara erlendir. Þetta er eðlilegt. Já. Þetta er bara samkeppni. Hins vegar það er bara að spila jafnanleik og það er einu sem við förum fram á við erum ekkert með RÚV á heilanum, alls ekki. Nei. Það er bara sengjöld krafa.
áður en við komum að kvöldfréttunum, ég langar rétt að minna, eða bara koma inn að það að því að við erum auðvitað búin að fá fjöldan allan af gestum frá sín til okkar, af innlendu framleitu efni, allt frábært. Já, Taskmaster daginn já, og Draumurinn og Brjátn einmitt. Já, Guðmundur Halldór, hann er okkar maður, sko. Já. Sá að elda hann í eldur sem það sín maður. Já. Hann er líklega í mötuneytinu. Þið hættu með kvöldfréttur helgar. Er arðbært að reka einkarekna fréttastofu á Íslandi? Ekki núverandi umhverfi, samkeppnisumhverfi, nei, það er ekki arðbært og þannig að það var auðvitað skref sem var erfitt að taka en við þurftum að taka og við máli séð að það hefur verið rétt ákvörðun að gera það. Þannig að það er ekki arðbært í núverandi umhverfi. Ég sá einhvers staðar að þegar best á lætur þá eru kannski 50.000 manns að horfa á kvöldfréttina. Já, það er nefnilega það sem er áhört. Þetta er eitt það sem er, sko, það er ofbærslega mikið áhörf á sjónvarpsfréttir og þannig að, já, þannig er gríðarlega mikið áhörf á þetta. En þá hlýtur að vera hægt að bara auglýsa það þannig að það sé þess eða hvað? Sko, það eru þetta auglýsingar mikið í kringum fréttir og þetta er þetta mjög sterkur auglýsingagluggi í kringum þetta. Þannig að en það er eins og segi þetta er samt erfitt. En þetta er ekki, sko, það er ég að segja þetta er ekki arðbært en það sem við höfum náð að gera með því sem við höfum breytt erum að ná þessu nær því að og svo kannski markmið ekki endilega að hagnast mikið á því heldur meira að vera á núlinu. Já, ég horfa alltaf 18:30 sko. Við þurfum að setja svo slæta inn í 19 líka reyndar. Við þurfum að setja Kolbeinn Tuma í gigg og jakkaföt og setja David Jones hann að borðið hjá honum og líklega sútöp jakkaföt samt. Já, sútöp jakkaföt. Það sér sem að ég gigg og geti gert það. Já, er nokkur hægt að því að sín hverfi alveg frá sjónvarpsfréttum? Sko, ég ætla alveg að vera heiðarlega með það að við erum hérna í söluferli að selja þá bæði vefmiðla og útvarp til Símans. Það eru þetta mikil samlegð að því að raun að veru sko það er ein fréttastofa Sínar og hún sinnir sko vefmiðlunum Vísi og hún sinnir fréttum á Bylgjunni og sjónvarpsfréttum. Þannig þetta er sama fólkið sem er annarkvort að skrifa eða koma í fréttunum. Þannig að við erum núna í þessu tölum orðum að skoða raunverulega hvernig verður með framtíð sjónvarpsfrétta ef af þessar sölu verður. Já, klart. Þú stoppar mig bara ef að ég er að ganga of nærriði núna sem skráður forstjóðskráðsfélags. En við ætlum aðeins að fara í tekjumódeli og stefnuna. Já. Þetta er nú bara saklustandi. Hvaða eining rekstur innan sínar er arðbærastur og hver er óarðbærastur sem stendur? Já, við náttúrulega sko tókum upp á því núna í hálfsársuppgjörinu 2025 að sína fram á sko skipta starfsþáttunum upp í fjölmiðla og fjarskipti og það sést mjög vel og við gerum það líka núna í ársuppgjörinu þannig að sést alveg hvor megin við erum að leka, við erum að raunverulega að leka fjölmiðla megin. Já. Máttu segja hvað? Sko við hefum ekkert farið neitt dýpra heldur en það. Nei, já, maður reynir, hún er góð. Já. Er eitthvað tækifæri fjölmiðla megin sem þú sér sem er svona lághangandi áherstur eins og við segjum aftur og lélir? Sko, það eru alltaf tækifæri og við höfum búin að gera mjög margar hluti nú þegar. Til að mynda tókum við ákvörðun á síðasta ári að úthýsa framleiðslunni. Það var auðvitað þannig að öll framleiðslan var í húsi þannig að við vorum raunverulega með fastan kostnað í kringu það. En núna erum við búin að úthýsa þessu þannig að þetta er orðið meira breytilega kostnar. Þannig að þá erum við svolítið að stýra því hvað við erum að fjárfesta í. Þannig að það er alltaf tækifæri en við horfum áfram á hvað líka tækifæri og ég nefndi að núna áðan varandi ímissa sjónvarpsinnviði. Það eru tækifæri þar við þetta. Fullt af tækifæri. Myndur þú segja að sín sé telekom fyrirtæki með fjölmiðla eða fjölmiðla fyrirtæki með telekom? Ég myndi segja að sko sín er í grunninn fjarskiptafélag en það er líka þannig að kjarnastaðsemin er fjarskipti og fjölmiðlun en svona grunnun er fjarskipti. Ef við horfum í vöxt og vaxtatækifæri B2B fyrirtæki, einstaklingar er einhver áherslu sem að þeir að leggja núna? Sko ég myndi segja sko ef þú horfir á fjarskipta bransan bara í heilsinni þá er þetta mjög þroskaður markar drópaslega þroskaður markar og vaxtatækifæri liggja auðvitað því að horfa til þess hvar þú getur vaxið það út fyrir það við erum öll óbúslega háð fjarskiptum og þetta er alveg óbúslega mikilvægt að hafa fjarskipti þannig að þetta er óbúslega ég segi sko enginn ákvað getur verið án fjarskipta þannig að ég segi
Sko við horfum auðvitað til tækifæri á B2B markaði og sýnir ofbærslega sterkt á fjarskiptamarkaði. Við erum til að mynda með sko yfir 50% markaðshlutdeild á 100 stærstu fyrirtækjum landsins og erum þjónustu mörg minni fyrirtæki. Og þessi fyrirtæki að treysta okkur fyrir sínum fjarskiptum. Þannig að það sem maður horfir til auðvitað það eru tækifæri þar, bæði í hlutanetunni sem ég nefndi áðan. Við erum með 95% markaðshlutdeild, þótt þetta ég talaði áðan 21 og 22 sem voru svona óvenju miklar tekjur, heimsfaraldurstekjur, þá erum við samt sem áður að sinna mjög mörgum fyrirtækjum á Íslandi og erum mjög öflug þar. Við sjáum alveg vaxtatækifæri þar. Svo það sem maður horfir bæði, svona ef maður horfir heilt yfir, hvað er að gerast erlendis, hvað er að liggja tækifærin þar, hvað er verið að horfa á svona vaxtatækifæri í fjarskiptum og það eru svona nokkrar leiðir sem þetta er að fara og fyrirtæki eru svolítið að pröfa sig áfram. Ef við horfum til dæmis á fyrirtæki eru svolítið mikið að dragast nær svona tæknimálum, þeir eru svolítið að fara svona meira í það að fjarskipta og tækni, þannig að þau eru farið í skýja lausnir eða netöryggismál og þess aftar, þannig að þetta er svolítið að dreifast í þess átt. Fyrirtækin hafa svolítið verið að máta sig en áður fyrr og þetta er aftur að gera svolítið núna, ég sé þetta bæði í Evrópu og í Bandaríkjunum. Og svo sjáum við líka að svona einstaklingsmarka þá er líka verið að horfa til ýmissa svona leiða og þá er til dæmis bæði meðal annars smásala. Það líka verið að horfa á það að vöndla þá saman smásölu, þá getum við nefnt til að mynda fyrirtækið Þýskalandi, Lillandi, er ekki Aldi, Aldi Tech, eitthvað þess að þar. Og svo Tesco Mobile og það eru fleiri svona sem aðeins að fara inn í smásölu líka vöndla þá saman. En þá er það oft svona eins og ég segi svona MVNOs. Og ég veit ekki kannski að ég útskýra það fyrir hlustendum. Endilega. Að því að sko þegar við horfum á svona hefðbundin fjarskiptafélög og það eru þá Sín, Nova og Síminn, mjög hefðbundin. Við semst eigum okkar svona kjarnakerfi sjálf. Við erum með semst kjarnakerfi í farsíma og kjarnakerfi í fastlínu. Þetta er svona eins og símstöð, við eigum hana. Bæði er Síminn með sitt og Nova með sitt og við erum okkar. Og svo verða til svona MVNO sem er svona Mobile svona Virtual Network Operators og það er til dæmis svo hringdu. Þannig að þeir semst eru ekki með þessa yfirbyggingu, er ekki sjálfur með sína símstöð, heldur þá fá þjónustu frá Símanum. Og þetta er það sem er svolítið að sjá líka gerast í Evrópu sérstaklega og líka í Bandaríkjunum að þar eru þessi MVNO sem er þá oft að fara inn á smásöluna líka og það búið til vildarkerfi eða þess áttar. Þannig við erum að skoða hvað er að gerast og áfram eru fyrirtæki líka að vöndla saman fjölmiðlun og fjarskiptum og annað sem ég langar líka að nefna við ykkur vegna þess að það er mjög áhugavert eða skoðu Bandaríkin, risastórt land, marga milljónir og þar eru til dæmis bara 3 hefðbundin fjarskiptafyrirtæki. Bara eins og í Íslandi? Bara eins og í Íslandi, þau eru bara 3. Restin eru raunverulega svona þjónustu fyrirtæki sem að þá fá þjónustu frá þessum aðilum. Þannig að sjáu þið sko munin. En erum við þá ekki bara með mörg á Ísland eða? Ég myndi segja sko að bæði í Evrópu og bara heilt yfir þá mætti horfa til þess að það væri meiri samrunar þarna á milli. Já, klart. Talandi samruna? Já, algjörlega. Fyrst þú nefnir Bandaríkjamarkað, þá langar mig að spyrja þig, er þetta eitthvað sem að þið hafið skoðað í sambandi við fjarskiptina tengja símana við síma áskriftirnar? Þú ert oft bara með síma... Þetta er þetta brilljant hugmyndir? Já, ég veit ekki, þetta er eitthvað sem er tíðkast mjög mikið hérna í Bandaríkjunum. Já, þú meina að selja síma með... Að niðurgreiða síman þá já. í staðin fyrir að þú komið þá í símaviðskipti. Já. Já, við erum alveg skoðað það og það er svona... þá þarf þetta að binda viðskiptavinnin inni í ákveðin tíma og þannig þetta er auðvitað að vera skoðað. Já, hljóma vel. Binda bara eins lengi og þetta er auðvitað það sem er að gerast í sko, það sem þessi fyrirtæki eru að gera eins og ég við nefnum Tesco Mobile, það er auðvitað verið þarna að selja símtæki með þá síma áskrift og þá binda fólk inni þannig að já, þetta er alveg þekkt.
Það reyna að fá aftur vinni á sín Það er þetta stýtta erna fyrir þetta Já, nei, það nú Það gekk vel hjá þér í sölunni samt Jú, maður var klappar upp endur En grillmarkaður, hreindýra míniburger 2 stykki, fóikra, rauðlöksfylta og trufflu majónes Ég myndi nú segja Þetta nú forréttur, eða ekki? Þetta forrétt indi Auðvitað 2 perlur í miðbænum, grillmarkaðurinn og Bad Mickey Það verður að segjast og svo auðvitað ON Byrja bara ekki Bad Mickey, fyrir á grillmarkaðin, aftur á Bad Mickey. Vá, bara. Besti dagur lífsmins. En ON auðvitað, fyrir það sem að fara að ferðast landi. Og gott að vera með ON appið og sjá bara hvar allar hraðhleðslustöðunar eru á einum stað. Já, eins og Jóhann Páll alltaf við gáðum við 500 miljonar viðbót fyrir hleðslustöðar, ég ætla rétt að vona þessi hleðslustöðar, annars ætla ekki að snerta þetta. Já, einmitt, fegin að ég gerði það, boðið til blaðamannafundar til þess að tilkynna það. Já. Þeir ætla að halda áfram að útlutur orkusjónum. En það var tilkynnt á dögunum að Síminn kaupir allar vef- og útvarpsmiðla sínar á 5,25 milljarða sem að horfandi utanfrá virðist bara vera frábært verð að minnsta kosti með að við heildaverði sínar á hlutabréfamarkaðnum. Það innifallega voru Vísir, Já.is, Innherji, Bland.is, Bylgjan, Léttbylgjan, Gullbylgjan, FM 957, X977 og hlaðvarpsveitan Tal. Sem svo verðmandast af okkar mati, Auðun Bragi. Já, vinnur okkar og framlega þetta. En tekið 25 milljarðar, ferðlíkjan tekið alltaf 12 mánuði hjá eftirlitsaðilum. Af hverju þetta skref og í kjölfarið, hvernig fannst þér að lukkast? Sko við erum auðvitað núna að það var búið skrifandi skilmálaskjal, þannig að við erum í árleikakönnun núna og síðan þá unnið að kaupsamningi sem þá í línu við skilmálaskjalið. Þannig að það svona stemt að því að klára þetta bara á næstu viku. Þegar að því líkur, að því gefnum við klárum kaupsamning, að þá fer þetta til samkeppniseftirlitsins og sem þá mun þá þegar Síminn þarf að senda inn þá samrunaskjal eða skrá til þeirra og þeir mun þá taka sinn tíma í að taka ákvörðun hvað þeir gera. Þannig ég myndi segja, já, þetta er eiginlega staðan sem þetta er í dag. Ég að byrja að spyrja, við erum með dálítið margar spurningar var þetta. Við náttúrulega sáum Arjón að kviku daginn, ertu brött að þetta myndi fara í gegnum samkeppniseftirlitið? Sko, ef maður horfir á auglýsingamarkaðina, því þetta er raunverulega, Síminn er ekkert í vefmiðlum eða útvarpi í dag. Þannig að þetta eru auglýsingatekjur sem við erum að horfa á. Og ef við horfum á heildar auglýsingamarkaðin þá er kringum 27 milljarðar. Já. Ef við horfum það eru 15 milljarðar sem fara erlendis og þess aftar. Þannig að heilt yfir er þetta ekki mjög stór hlut af því að 3 milljarðar hjá okkur og svo getur við hort á hvernig auglýsingatekjur Símans eru. Þannig að hvað það varðar þá held ég að það ætti ekki að vera stoppur en svo veit ég ekki hvað samkeppniseftirlitið gerir. Í hvernig stöðu Páll kunna verið, þetta voru spennandi og þetta mun taka tíma eins og tölum tala 12 mánuði í tilkynningum. Stjórn sínar tilkynnti í DS 2024 að skoða þetta einmitt framtíðareigna all veðmiðla útvarps og í apríl 2005 sagði Hákon stjórnarformaður að fleiri einingar verða ekki seldar, heldur þvert á móti styrktar. Má ég spyrja hvað breytist? Já, ég held að það sem breytist í raun að vera við setjum út af markaðin, þetta var í október, þá segjum við að kemur tilkynning frá okkur, við séum að skoða rekstramódel fjölmiðlahlutar rekstrarins og í kjölfara því það fáum við tilboð frá Símanum og það í framhaldi því var að tekin ákvörðinu af stjórn að ganga til viðræðna við Síman. Nú sagði ég að markastegi í nóvember 2024 að klára þetta sameiningar, nú er verið að skipta fyrirtækinu upp, kannski spurði ég á undan, myndur þú segja að þetta sé uppeyja eða er þetta kannski eitthvað sem var planið? Ég myndi segja, já, heiðarlega þá er þetta er ákveðin uppeyja og það er auðvitað, eins og ég segi, þarna á þessum tíma þá erum við raunverulega að fara að skoða félagið eins og það leit út, ná utan rekstur félagsins. Þannig að á þeim tíma þá erum við ekki að hugsa að selja þetta frá okkur. En svona þegar maður horfir til þess þeirra ákvörðin sem við höfum tekið núna, þetta mun styrkja rekstra grundvöll sínar og þannig að þar lendi var þessi ákvörðin tekin. Eins og þú nefndir á, viðræðurnar hófust að frumkvæði Símans og eins og Leifur kemur inn á sem er gott, þú veist, markaðsverðið í dag 5,4 milljarðar, verðmiðin upp á 5,25 milljarðar fyrir batteri með 3 milljarði árlega veldu, þú veist, þetta eru X-ebitur með við starfsemi og í fjölmiðlum eru ekki margar ebitur. Sátt við verðmiðan? Ég myndi segja, ég hefði auðvitað viljað sjá hærri verðmiða en þetta er ásættilegt verð. Já,
Sko, ég ætla að spyrja það því að ég glöggaði í greiningu frá Akró, varandi þetta, og Akró er náttúrulega okkar menn líka. Það sem þeir eru að velta fyrir sér, sko, að þessi bunki af fyrirtækjum sem að eru þarna mögulega að fara inn í síman stóð undir mikið af EBIT hagnaðunum ykkar. Er það að selja kannski ykkar sætustu stelpu þarna? Ég hef nú ekki séð þessa greiningu frá Akró, þannig ég get eiginlega ekki svarað henni. En þetta eru góða reiningar hann inni? Þetta eru góða reiningar og þið sjáu sko aftur, ég bendi ykkur aftur á að skoða sko starfsþátt og yfirlitið og þá sjáu þið sko hvar fjarskiptin og hvar fjölmiðlun Þannig að... Já, hvað mun söluandverið fara í? Skuldalækkun, arð? Sko það hefur alveg komið skýrt fram að við mun nota það til að styrkja rekstrargrundvöll félagsins, þannig að markmið að greiða niður skuldir félagsins. Þannig að það verður eitt af því sem við munum horfa sterkt til. Já, sko ef við fáum þá að horfa bara aðeins áfram með kristalkúluna og segjum að þetta gangi vel, dýllinn fer í gegn og annað sína þannig bara gjörbreytt fyrirtæki ef þetta fer í gegn. Sko ef við byrjum að er ekki erfitt að vera núna í smá biðstöði en svona langan tíma? Sko ég er svo sem farið í gegnum það áður og það snýst auðvitað það bara tala skýrt við fólkið sitt og óviss aldrei mjög þægileg. Það bara er auðvitað þannig. En við erum auðvitað að reka félagi bara áfram eins og ekkert hafi gerst af því að við raunverulega sko þetta eins og að segja, þetta mun taka ákveðin tíma, við erum í álengakon núna, svo kaupasamningur og að því gefnum við klárum hann að þá fer þetta gefnum samkeppniseftirlitið og það mun taka einhverja mánuði, við vitum það. Og þessuna er bara mjög mikilvægt að halda vel utan fólkið á meðan þessum tíma er og ég held að það verði sko verkefni en ekkert svona óyfirstíðanlegt, alls ekki. Þannig að nýja sýn ef þetta færi gegn þá væri þá sjónvarp fjarskipti? Sjónvarp fjarskipti, já. Það er það sem við erum ekki að selja frá okkur núna. Já, þannig að enski boltinn verður áfram hjá ykkur? Enski boltinn er hluti af því, já. Já, þá spyrir maður sko félagið þá voruð ansi lítið til að vera í kauphöllinu eða hvað? Sko félagið er núna að velta 22 miljardum, þetta er velta upp á 3 miljarda. Já. Félagið hefur aldrei verið neitt mjög stórt í kauphöllinni, það er ekki að segja það. Nei. En það er alveg gjaldgengt í kauphöllinni þótt við seljum þessa miðla frá okkur. Og við horfum til þess að vaksa áfram þá í fjarskiptum og í sjónvarpi með þennan eftirstæðar rekstur. Já, og þá langar maður að spyrja, ég er búin að bíða alltaf þessa spurningu, ég er búin að setja á mér að ég vissi að þessi myndi koma setna hjá mér. Er þetta kannski, ef þessi sala fyrir gegn, er þetta kannski viðurkenning á að samruni sem við tölum 2017, milli 365 og Vodafone, að samruni fjarskipta og fjölmiðla hafi ekki virkað? Ég myndi segja það sko að hluta til sko eins og ég nefndi áðan sko að erfiðleikar félagsins hófist þarna í kjölfar kaupana á fjölmiðla starfseminni og það er alveg hægt að skoða, bara skoði reikninga félagsins og sjáu það. Svo verður að horfa til þess að sko fjölmiðla umhverfið á Íslandi það er mikil áskorun í því og eins og ég nefndum áðan með sko bara samkeppnis umhverfið. Við erum með sko RÚV sem er öflugt á auglýsingamarkaði og er að keppa við okkur þar og fær svo líka í fjárlum 6, miljarda ári. Og svo erum við að horfa á erlendastreymi sveitur og samfélagsmiðla sem komi inn og er núna að taka 50% af auglýsingatekjum úr landi og er á saman tíma ekki að borga skatt á Íslandi eða er ekki með sömu kröfur og við höfum eða bönn eins og með bönn við ákveðnum auglýsingum og svo þá kröfur með þýðingar og talsendingar og þess að þar. Þannig að sko samkeppnisumhverfið það er áskorun í þú svo við tala nú ekki sko pæra sig líka. Já, það eru tölum við það. Stuld á efni og þetta er eitt sem að það væri og það sem er áhugavert við þetta því ég hef nú aðeins skoðað tilbaka söguna og allt til ásins þegar Ari Edvald var hérna í 365. Þá var hann að tala um þetta líka. Já. Og það hefur ekkert gerst í þessu málefnum. Áður að fóra að gera göngugötur. Já, áður að gera göngugötur. Þannig að sko það er búið að tala um þetta í mörg ár en ekkert verið aðgert. Nei. Og þetta er auðvitað bara, og þetta er orðið svolítið þannig að sko, þetta er næstíð orðið normal að fólk kaupi sjónvarpsáskriftir af einhverjum aðilum sem hafi ekki borgað neitt fyrir réttindin og er ekki borgað skatta þannig á Íslandi. Þannig að það auðvitað, hvað gerist við þetta? Þetta kemur það auðvitað vekk fyrir að fyrirtækin geti fjármagnað, kaup og efni eða gert
góða dagskrá og annað. En þetta svolítið að éta sig innan. Já. Og þetta auðvitað áskurinn líka, þetta ekki bara á Íslandi, en sum lönd hafa tekið mjög mikið á þessu, miklu betur heldur en Ísland. Og en auðvitað Logi hefur talað það núna hluta af þessum aðgerðapakka sem við hefum nefnt, að það að taka á þessum málefnum. Já. En þetta líka það sko upplýsingagjöf og fræðslu og maður vildi vilja sjá Íslendinga virkilega taka höndum saman hvað þetta varðar. Að ég held sko að þeir sem að kaupa af aðilum sem að selja þetta ólöglega, þetta ekki fólk sem myndi sko kaupa stólið hjól. Nei. Þeir myndi ekki gera það. Nei, þetta góða punktur. Þetta akkurat það sem að gerast. Það raunverulega að kaupa á lægra verði af einhverjum aðili sem hefur ekkert kostað til. Já. Sko, það eins og við nefnir, sko, einhvers staðar hafa stjórnvöld tekið þetta mjög föstum tökum sambært Þýskalanda og eru bara háar sektir við þessu. Sko, að því að nú vitum við hvernig það með stjórnvöld. Þau eru ekkert alltaf fyrst á vettvang. Er þetta að stilla til einhvers samstilts átaksmilli innlendra framleiðenda á efni? Bara segja, hei, stöndum saman hérna, því að eins og bendir réttilega á, þá er þetta ekki fólk kannski sem er einmitt að stela hjólum að það aldrei. Sko það var farið í auglýsingaherferð hérna, það sem að komi ýmsir þekktir einstaklingar fram og töluðu þetta. Það var gert. Já, það var gert sko, en ég held sko að þetta þarf samstilt átak í að vinna þetta. Og auðvitað var langbest ef að sko stjórnvöld kæmu að þessu og auðvitað þeirra aðilar sem verða fyrir þessu. Og það er ekkert bara við dreifingaraðilina eða framleiðsluaðilina, þetta er kvikmyndafyrirtækin líka. Þannig að auðvitað myndum við vilja sjá það að við getum unnið saman. Já, líka eins og Herdís tala upplýsingagjöfuna. Ég held að stundum sé fólk að gera þetta bara ekki einu sinni gegn betri vitund, það bara veit ekki betur sko. Ég nefnilega held að það sé alveg hárrétt. Ég held að sé að fólk að borga fyrir þetta, þá heldur það að sé sko bara réttstætt. Átta sig ekki á því, það er að kaupa þetta af einhverjum aðila sem er raunverulega búin að stela þessu af okkur eða Símonum eða öðrum. En ég er ánægður að spyrja þessa spurningu varandi hvort að sín sé bara að fara að hverfa ef þessi sala fyrir gegn eins og segir þetta er rúmlega 10% af heildarveltu fyrirtækisins, þannig að sín er ekki að fara neitt og þetta fara í gegn. Nei, sín er ekki að fara neitt. Sín er gríðarlega mikilvægt sko, fyrirtæki í íslensku samfélagi. Já. En þetta verður gjörbreytt fyrirtæki? Þetta verður nokkuð breytt fyrirtæki því við erum ekki með þessa miðla. Já. Áttu segja hvað myndi sakna mest? Vísir var erfið kannski? Ég get alveg sagt ykkur það að mér þykir mjög mænt starfsfólki sem er að vinna með mér. Og ég myndi sakna starfsfólksins. Já. Og Vísir líka því? Jú, ég myndi gera það. Það er, Vísir er bara, ég fer inn á þá síðu svona 380 sinum á dag. Já, þetta er náttúrulega alveg svakalega öflug síða og við erum eins og við sjáum bara með Vísi að þeir eru bara ein af 2 síðum sem er farið inn á hverjum einsta degi og við erum að snerta allir Íslendinga þarna. Þetta er mjög öflug fréttamennsku sem á sér stað þarna. Það er samt, fyndið hvernig fólk skipast þarna í fylkingar sko. Það er annarkvort eða Vísis eða Morgunblaðsins. Já, hitt er gamlega skólinn. Já. Ég er harfið Vísismaður til að mynda. Já, ég líka. Ég myndi aldrei segja hana. Ég er það. Já, Elko, AirPods Max 2, Galaxy S25 Edge, þetta er allt frábær myndgæði, öflugur örgjöfi, en þeir eru þetta bara með öll ráttæki. Þeir eru með þvottavélar og þeir eru með, nefndu það bara, þeir eru með Airfryerinn sem ég gaf í jólagjöfum jólinn og svo er það með svo góða þjónustu líka. Og líka nýja, ég veit að það er doldið síðan ég fór þess að frangatir undir Lindónum sko, en ég fór út aftur daginn og maður getur týnst þarna bara í marga klukkutíma. Getur glemt sér. Já. Og svo er það Giggo. Ef þið vantar hjálparhönd eða ert tilbúin að reiða fram hjálparhönd, þá getur Giggo verið vettvangur til þess. Þess að maður getur auglýst gig eða auglýst eftir giggi. Og það eru 2137 stjörnugiggarar sem stendur. Sem bíða eftir að fá að gigga fyrir þig? Þeir eru allir með 4,8 stjörnur eða meira, þannig að það er ekki skortur á handafli. Það er ekkert að skilja þeirra baka það. 1410 þeirra eru í leit að nýju giggi þessa stundina, þannig að hvet ykkur til að kíkja á Giggo. Við erum komin í rittara spurningarnir í bland við almenna spurningar sem ég frá síðasti liðurinn í kvöld, Herdís, þetta búið að vera mjög skemmtilegt. Björgvin Viðar, hann ætlar að fá að ríða vaðið og spyr hvernig myndir þú breyta RÚV ef þú gætir að án þess að leggja það niður? Sko ég myndi draga úr RÚV á auglýsingamarkaði og það hef ég talað sérstaklega fyrir og ég held að það veri fyrsta skrefið. Var rétt að leggja niður 30 ára gamalt vörumerki Stöðvar 2?
Þessi ákvörðun var tekin að mjög ígrunduðu máli og þetta var í raun og veru, við fórum í mjög mikla greiningar á þessu og það þurfti, þetta er rétt, við sjáum það raunverulega í tölunum í okkur, þetta er að skila árangri. En þetta var ekkert einfalt og við tilfinningarlega var þetta ekkert einfalt fyrir ekkert af okkur og sérstaklega okkur sem að munum þegar Stöð 2 fór í lofti á sínum tíma og svona áræðinni og hugrekki frumkvöluna bak við þetta. En ég vil líka segja að það er það sem við viljum taka með okkur. Ef við horfum til dæmis á bak við sín og hvað er þessi sín samanstendur af? Þetta er allt frumkvölar sem komu á og buðu ríkinu svolítið svona byrginu og horfum til dæmis á Bylgjuna, Vísi, þá horfum við á Tal, Íslandsíma og Halló sem eru fyrir aftan fjarskiptin okkar. Þetta er allt aðalega sem komu sem frumkvölar inn og höfðu hugrekki til að breyta leiknum og þarna líka við tölum Endor þannig að þetta er allt fyrirtæki það sem frumkvölar sem að þeir breyttu leiknum og það er líka svolítið það sem við erum að gera með þessu við erum að taka þessa arfleið með okkur, við erum stolt af þessar arfleið sem kom frá fólkinu sem stofnaði Stöð 2 og þetta er maður sem að horfir til dæmis á Æslandir við munum alveg hverju stofnuðu Æslandir en Æslandir hét ekkert Æslandir hérna áður fyrr þannig að það er þetta sem við viljum taka áfram með okkur í þessu Mjög gott, hann átti 2 spurningar hérna í viðbót þessi sami aðili var rétt að fara með sín í opna dagskrá? Það var klárlega rétt að fara með sín í opna dagskrá varðar sjónvarpsfréttir þegar ég kom inn þá voru þær lokaðar og það var ekki rétt ákvörðun. Við sáum hvernig auglýsingatekjur jukust við þá áhorfið jógst verulega við það við opnum það. Opna línulegu dagskruna heilt yfir. Við erum ég myndi segja að það er ég er aðeins að skoða. Já, það er að skoða, kemur næsta þætti, þegar kemur næstu viku. Línulega dagskrá, við rættum þetta aðeins við Maríu Símonum. Hún er steindauð eða ekki? Hún er bara búin eða ekki? Fyrir utan frétti kannski? Hún er ekki alveg búin. Ég myndi segja að það er til dæmis eins og barnaefni. Fólk vil horfa á barnaefni í línulegu. Vil geta sett barnið fyrir fram í sjónvarpið svo aðeins lengur. En þannig hún er ekki alveg búin, nei. En hún er auðvitað styður við streymisveitnar. Það sem gerist er auðvitað að þú ert að sýna aðeins inn á það sem er að koma inn í streymisveituna. Þannig að ég myndi segja kannski heilt yfir fólk, yngra fólk sérstaklega, horfum meira á streymisveitur. Línulega dagskruna einhver leiti kannski aðeins eldra fólk, en líka fólk með börn, eins og ég nefndi á hann, þú ert grútsifjaður og þú vilt bara setja barni fyrir fram að kassan svo getur svo aðeins lengur, þá viltu hafa þetta í línulegu, það er svolítið svoleiðis líka þannig. En kæmi til greina ef ég setjum að viðskiptaþróunar hattin að vera bara, að þeir væru bara með sín plus og einhvers konar útgáfa af fréttunum en að þyrftu ekki vera með línulegu stöðuna? Já, það er allt til skoðunar Já. Þú ert ekki mikið fyrir starfsemi, þú vilt bara tekjur. Já, ég er kannski, það er kannski minn helsti galli. Þessi sami aðeins spyr að lokum, hvað kostaði rýbrandið í heild sinni? Rýbrandið er nú þegar búið að borga sig. Og það, þið sjáu það í ársreikningi 2005 að kemur undir annar ekstra kostnaður, þarna við erum hærri. Mér minnir að séu 100 milljónar milli ára, þannig að það er stór hlutið að því er tengt endurmörkuninni. En hvernig sérðu þetta sé búið að borga sig? Ég sé það bara reynilega í raunverulega einfallleikanum og hvernig við raunverulega erum að sjá viðskiptin, hvernig þau eru að skila sér. Þannig að við sjáum það klárlega. Það sé eins og árangurinn sem sáum að síðasta fjórðungnum, það er ekki bara enski boltinn, það er líka endurmörkunin. Það er einfallleikin við það að fara raunverulega þegar hafa 6 skýra valkosti sem getur valið hvort þú ætlar í áskriftum eða í vöndli en staðan fyrir að vera að skoða 2 vefsíður með þannig að einfallleikin við að kaupa hefur strax áhrif. Já, ég ætlaði kannski að vera búin að spyrja það fyrir kvölda því að maður sér svo líka náttúrulega bara samdrætti á símanum og svo þið upp og maður hugsaði bara einhvern veginn Zero Sum Game og enski boltinn væri þarna helsti áhrifavaldurinn á því, þetta er meira en bara enski. Þetta er meira en enski boltinn, þetta er líka endurmörkunin. Já, gott. Þessi nafnlaus, en hvað áhrif til þú að breytingar á Suðurlandsbraut vegna borgarlínu muni hafa á sín headquarters, gott eða slæmt?
Já, ég nú ekki hrifin af borgarlínu, ég tali bara reynd út og þetta hefur náttúrulega alls ekki góð áhrif. Nei. Það þannig þá að taka þarna stóran hluta af bílastæðunum ef af þessu verður. Og það nógu vandið þegar, sko. Nógu vandið þegar, þannig að þetta ekki góð áhrif. Nei. Ég veit að fólk á Suðurlandsbrautinni ekkert sérstaklega spenntur þessu. Nei. Sævar Ingi spyr, og þú voru afsakað, einhverja reyndurunum að vera eitthvað svo tvítekið að þegar við erum búin að fjalla margt í þessum þætti, en Sævar Ingi spyr, voru það mistök að kaupa sýningaréttina af enska boltanum á þessum tímapunkti? Þess vegna verður svaraði kvöld. Við vorum eiginlega búin að taka þetta. En takk fyrir spurninguna, Sævar. Já, kæra þakkir. Fannar Freyr spyr, RÚV raunverulega bleiki fíllinn í herberginu eða þarf ekki einfallega að breyta til í yfirstjórn sínar? Sko, ég veit að segja nei við því, það er ekkert að breyta yfirstjórn sínar. Allir toppstandi. Hún er í toppstandi og ég myndi segja sko það væri mjög öflug framkvæmdastjórn hjá sín í dag, mjög öflug. Ég myndi segja sko aftur með RÚV og bara samkeppnisumhverfi, þurfum bara að hafa, sko samkeppnisumhverfi þarf bara að vera heilbrigt, það er eina sem við köllum eftir, heilbrikt samkeppnisumhverfi og þessi meðgjöf sem RÚV fær, hún er ekki góð að meðan þeir eru raunverulega líka mjög öflugur á auglýsingamarkaði. Það verður að horfa til þess sko hvað er raunverulegt framlag. Svo finnst mér líka ef ég horfi sko á hvernig sko RÚV er að eyða fjármunum. Ég veist þeir að eyða rosalega miklu fjármunum. Og það mætti aðeins horfa til þess hvernig þeir eru að gera þetta. Já. Og fara Þannig svarið því bara. Já, og eins og þú talar líka fyrir kvöld, kannski þú að fara út fyrir sitt hlutverk. Þeir eiga náttúrulega sko þess vegna segir sko RÚV er alveg mikilvægt á íslensku marka. Þeir hafa ákveð sko menningalegt gildi fyrir okkur. Hins vegar sko eru þeir að fara út fyrir á ýmsum stöðum hvað varðar þeir svona að því að þegar maður horfum á lögin í kringum RÚV og þjónustasamningi líka að þá eiga þeir að haga sig með ákveðnum hætti en gera það aðeins öðruvísi og það er ekkert eftirlit með því. Hérna er næsta frá Anonymous Participant 9432, en nafnlýsendans sendirinn. Nú þegar netkerfi hefur verið selt til ljósleiðarans, óvirkir innviðir hafa verið seldir í Íslandsturna, dreifikerfi áfram selt í sendafélagið og RÚV hafa gefið út á útsendinga sjónvarps og loftnet sem sín hefur sinnt verða lagðar niður. Hvað verður þá eftir í sín eftir að sala miðla til símans klárast og hverja verða megin stóðir í virði félagsins? Já, sko þarna, sko við eigum náttúrulega sko 45% hlut í sendafélaginu, þannig að það er mikilvæg hlutur líka. Við eigum raunverulega sko farsíma kjarnan og fastlínu kjarnan sem er svona eiginlega símstöð, við horfum á fjarskipta hlutan, við horfum á það. Og svo eru þetta bara mjög mikil sko virði í því sem við erum að gera innan sínar, heilt yfir. Þá komið að kalda karinu sem eru hraðaspurningarnar. Já. Þannig að þú kannski kemur hún er alveg að sleppa, hún er búin að standa sig helviti við. Já. David Jones, Supersúr, annarstöldnar, flottar í gólbókan. Já, namnina. Mér skilst á meðlum einherja að þetta sé mögulega það sem gerir útslæðið. En það málaði það? Nei, ég hef ekki hugmynd, ég hef aldrei ferð á laug. Það er frekar að spyrja hætti sér því sko, en frumir eru auðvitað með okkur líka. Já. Með starfsum alland og þjónustafviðskipta sína á 30 starfstöðum. Heldur betur. Á Reykjanesi eru þeir í Grindavík og Reykjanesbæs og eitthvað sé nefnt. Og ég er eiginlega hættur heldur bara að auglýsa lengjuna eftir inn við aldarinnar. Já, heyrðu, vá. Það var bara öll þjóðin sem að veði á andra stein segi. Þið gera það ekki aftur. Þannig að lengjan, ég held að afturölding hafi fengið bara glænýja bolta á allt unglega starfið sko. Það var þannig sem að það var nóg til. Og Kolbett höfum alltaf glæsilegur sút upp. Hvort hann er. Ég vil fá hann 7 dagavikunar. 5 dagavikunar, hættur helgar. Kóngurinn, en við erum komin í hraðspurningarnar, Heiðdís. Ertu A eða B manneskja? Ég er A manneskja. Já, kemur ekki óvart. Excel eða PowerPoint? PowerPoint. Bylgjan eða Rás 2? Bylgjan klárlega. Vísir eða MBL? Vísir klárlega. Besti þáttur sem sín hefur gefið út síðan þú byrjaðir? Banna að hlæja. Já, mjög skemmtilegir. Já, frábær. Símin eða Nova, hvor er erfiðari keppinautur? Ég myndi segja að það eru mjög ólíkir keppinautir. Mjög ólíkir. Verður sín enn með sjónvarpsfréttir eftir 3 ár? Ég vil segja pass. Verður enski boltinn enn á sín eftir 2028? Ég myndi gera ráð fyrir því að Íslendingar muni njóta enska boltans áfram. Við skulum sjá til hvort að Premier League verði sjálfur með þetta, hvernig það verður. Við skulum sjá til. Verður sín enn í Kauphöllin eftir 5 ár? Pass. Verður sín selt í heilulegi á næstu 3 árum?
pass. Já, þetta erfitt. Besta og versta ákvörðun þín síðan þú tókst við sem forstjóri Sýnar? Má taka tíma þess að. Þetta ekki auðveldar spurningar. Nei, ég veit að ég var... Hver samdi þetta? Rekka hana mann. Ég myndi segja að besta ákvörðun hefur verið þessi endimörkun. Hún var gríðarlega mikilvæg. Og besta ákvörðun, ég hef bátið gert einhverjum mjög slæm ákvörðun. Ég held ég verið að fá passa þessu. Já, það er góðlega. En það er auðvitað þannig sko að þegar þú ert að taka ákvörðunir reglulega og að þá tekur ekki alltaf réttu ákvörðunir. Nei. Loka spurningin er eiginlega alltaf svo sama og Herdís Dröfnu þetta fórstjóri Sýnar og með afar farsælan karýr. Eitt ráð til ungs fólks, Herdís? Eitt ráð til ungs fólks ungt fólk hefur náttúrulega svo mikil tækifæri í þessu lífi þannig að það er sko mörgu að taka. Ég held bara ungt fólk að hafa trúa sjálfum sér og vera að fylgja sannfæringunni og sín megin prinsipum og setja þau alltaf í forgang. Herdís Dröfnu Fjell segir takk fyrir kvöldi, takk fyrir komuna og allir að tryggja sér áskrift hjá Sýn. Takk fyrir.